Nej, kom du med, vi viljum fá þig. Kom du með, verð ekki feiminn. Aldrei óvisíandir, nú komið með hálfan fótinn heim. Já, lagið Komdu með Stuðmurum. Það er vantilega lag sem þið eru báðir að syngja þessa dagana. Vilhjálmur Árnason, Þorsteinn Víglundsson, velkomin í Þjóðmál. Takk fyrir. Já, Ekki rétt hjá mér? Jú, þetta snýst allt mitt, alvöru stemmingu og fá fólkið með sér núna. Já. Og það er bara heppnast mjög vel. Já. Það er bara gaman að finna þennan meðbyr og hvað fólkið til í þetta. Algjörlega, ég trúi því. Við ætlum að koma aðeins að því eftir. Þið eru báðir í framboði, ef svo má segja, á ólíkum vettvangi, en við ætlum að fara nánar út í það. Áður fyrir lengra, þannig að komum við aðalatriðinu. Ástæðan fyrir að þið komum í þáttinn. Það eru auðvitað veitingarnar. Já, það er bara þannig. Hér er bóndadagsveisla frá Kjötkommúninu. Sjá nautasteik og grillsósa með og eftirréttum meira þess að Jónas hefur splæst á okkur. Það er bara heppin að það sé eitthvað eftir til þess að sýna. Ég var byrjaðar á sína. Já. Svo kláraðu þetta eftir þáttinn, svolsögðu. Minnum við þetta á það að kíkja í Kjötkommúnið fyrir bóndadaginn og svo þetta konudaginn framöndan. Já. Þannig að það er nóg að gera þar. Svo fekk ég hann Styrmi í kampænsfélaginu. Hann sendir mér þetta lói mér. Þetta er óáfengislaust kampæn, eða freyðivinn. Já, þú ert alveg verið gestgjafi. Það er ekki allir sem mun eftir því þegar ég mæti. Þú bara, þú ert náttúrulega bindindismæður. Já, ég hef aldrei drukkið áfengi, en ég hef búin að borga félagsgjöld í nemendafjölög og margt annað, en allir penningunum fyrir að kaupa áfengi og ekki einu sinni kristall handa mér. Þannig að þið Styrmi standið ykkur vel. Já, við þekkjum okkar menn, sko. Skál. Og Þorsteinn, þú bara sípur segið að því að drakka hér óáfengislaust? Já, mér þykja próstundurnar betri en þetta er nú alltaf að verða betri og betri afurðir sem að... Já, þetta er endar alveg afskaplega gott. Það er mikið af þessum áfengislausa áfengisiðnaði, maður orðaði það þannig. Bjórinn og lettvinni það verða ótrúlega gott. Og ég heyri á Styrmi að þetta er bara vinsæl vara. Já, ég skal trúa því, þetta er bara mjög vel. Ekki? Ég myndist á bóndadaginn og konudaginn og allt þetta, þá kannski ástæða til að minna á vefsíðu Þjóðmála, það sem hægt er að skrá sig í Þjóðmálastofuna og vera að hluta þessu skemmtilega samfélagi þetta með okkur og verslu þetta vörurnar. Það voru margir að kaupa svona bolla fyrir bóndadaginn og svo þetta ekki síður fyrir konudaginn, það var hægt að versla alls konar hluti þarna. Já, ég mæli með. Það eru vörur sem að vinna okkur IT House of Brands er að búa til fyrir okkur og þau eru alveg sveitt núna að framlega nýjar vörur, þannig að koma nýjar vörur á árinu, bara hlökkum til þess. Mér líst vel á þetta, mér líður vel allan í Þjóðmálastofunni. Er það ekki? Jú, gott að vera þar. Algjörlega. Það er menn heima. Ykkur að segja maður. Ef ekki bara skála? Skál, gaman að fá okkur í þáttinn og þið eru ekki komið í fyrsta sinn, en þið eru komið í fyrsta sinn hingaðinn. Já, í þetta stúdíu. Þetta í Epic stúdíuð. Já. Þetta er frumraunin hér. Allan að baka myndavélarnar. Já, sjáum bara hvernig það gengur. Já, það er svo óvist, sko. Herðu, eins og ég sagði, þið eru báðir í frambóði, ég ætla að koma því, en áðurum fyrir lengra með það, bara við erum rétt að klukka þessar vendingar með Grænland og Trump og allt þetta. Við erum að taka upp á 50 degi, þátturinn sýndur á föstudegi, þannig að það getum kannski eitthvað að gerst í þessu staði í kvöld, eftir að við lúkum upptöku, en sjáum til með það. Það voru nú vendingar í gærkvöldi, það er að sjá miðvikudagskvöld, þegar að virðist vera að Trump hafi einhvern veginn náð einhvers konar samkomulagi við Evrópuríkin ákveður að fella niður eða hætta við að leggja refsitolla og veit ekki hvað og hvað. Hvernig er svona horfur þetta mál við ykkur, svona í víðu samhengi? Alveg stórfurðulegt mál frá upphafi og mann hefur bara aldrei dottið til hugar að Bandaríkin væru að tala með þessum hætti eins og nú var þetta fórseti byrjaðan bara mjög skömmu eftir kosningar eftir hann tók við völdum fyrir ári síðan. Talandum einlimanir og talandum bara hótanir líka í nágranna sinna í norðri í Kanada. Það er þetta maður veit aldrei hvort maður á að taka mannin alvarlega eða ekki, en þetta getur ekki gert annað heldur en að taka Bandaríkjaforseta alvarlega þegar hann tala með þessum hætti. Menn að stundum nota línuna að taka hann alvarlega en ekki bókstaflega, þú veist, ég veit ekki, er það einhver lína sem hægt er að vinna með? Mögulega og svona á baku þetta virðist vera það sé verið að spila eitthvað leik þar sem að reyna að kreista fram einhverja breytingar þó kannski ekki sé verið að stefna því að fara alla leið með þetta en á sama tíma verið að segja að það ber að taka mannin alvarlega af hans samherjum í Bandaríkjunum en þetta auðvitað að hafa þau alvarlega áhrif að bara þessi
ríkjaskipan og bara skipan mála í alþjóða kerfinu okkar eins og við höfum átt að venjast bara frá lokum seinni heimsstyrjaldar er að reiðlast hér mjög verulega. Bara tilvistar grundvöllur NATO er í uppnámi, við sjáum bara að þetta grundvallar atriði sem snýra sjálfsákvörðunarrétti þjóða að valdi sé ekki beitt bara landamæri séu virt og svo framvegis í samskiptum allavega vestræna ríkja að þetta er allt í uppnámi núna sem að þetta líka skapar hættulegt fordæmi fyrir ef við horfum á bara til þá bæði Rússlands og Kína þar sem kannski virðingin fyrir þessum prinsipum hefur ekki verið hinn sama en það er kannski þá verið að gefa eitthvað skona skotveðilefi þannig að þetta er auðvitað skelfilegt að horfa upp á þessu stöðu og á sama tíma að valda mjög miklum óróa og bara óvissu í efnahagsmálum sem að ég held að við allavega svona en vestrarni heimur séum að byrja að súpa segið af. Maður hefði einhvern veginn haldið að bara eins og við fjallaðum oft hér í þáttum ég minna við þekkjum það að hagsæld svo hagsæld sem við búum við í dag er þetta byggða á frjálsum viðskipti síðustu 200 árin sem hafa bara verið að aukast og það er einhvern veginn ef við ætlum að fara að stíga skref tilbaka í því og þá er kannski vísi í þess að tolla sem að hafa voru lagðir á síðast ári og einhvern veginn snýst stjórnmál umræðin í hinnum vestrarni heimi um að leggja tolla á hvora aðra meðal þjóða af hálfu Bandaríkjanna og annar þjóðar svo sem líka það eru bara saman tollabandari út í það færið maður einhvern veginn haldið að við værum bara leiðist á nótuna frasa bara komið lengra þetta. Já, þetta kemur manni óvart og eins og þið komið inn á að þá er óvissa alltaf vond, hvort sem að sé í bara heimilislífinu eða viðskiptum eða samskiptum þjóða og það er kannski það sem er alvarlegast í þessu rosalega óvissa sem að hann er búin að skapa bara í alþjóðakerfinu og í þessu, hún smitar svo víða og svo vill ég nú samt gera stóran greinamun að því hvort hann fari inn í verinu svo vel að sem er einræðisherra sem er ekki lýðræðiskjörin eða hvort hann sé að tala hérna lýðræðislega kjörin vestræn ríki sem að og bara vinaþjóðir og bandalagsþjóðir og samstarfsþjóðir eins og í NATO og víðar í alþjóðakerfinu þannig að eða svona, já, ríkjakerfinu þannig að það er stór munur á en svo er svo erfitt að átta sig hver hinn raunverulegi tilgangur með þessu hvert er hann að senda skilaboð eða hverju vill hann raunverulega ná fram af því að Trump hefur oft farið á stað og sagt eitthvað og hann lýsti við sigri þó að hann komist ekki nálægt því sem hann sagðist ætla að ná þannig að það er ómögulegt að vita hvort hann ætlaði sér einhvern tímann að taka yfir Grænland eða eignast Grænland og svo kemur bara einhver niðurstaða núna sem að er örugglega bara ítrykkun á þeirri stöðu sem er fyrir að hann má byggja upp þann herafla sem hann vill í Grænlandi hann hefur mátt kaupa þau námufyrirtæki sem hann vill í Grænlandi þannig að ég veit ekki hvort hann fá eitthvað nýtt út úr þessu en samt getur vel verið að hann sé bara sáttur og lýsir yfir sigri Já, loka markmiði hlýtur að vera það að Kínverjar og Rússar láti Grænlandi í friði er það ekki Jú, en hefur maður aldrei séð þá sviðsmynd teiknast upp heldur að þar væri Grænlandi í einhverju hættu því að þarna það eru varnarsamningar fyrir hendi, það eru herstöðar fyrir hendi hafa Bandaríkjamenn sjálfur dregið verulega úr viðveru sinni á Grænlandi frá því sem áður var en höfðu fullan rétt til þess að auka viðveru að nýju og svo sem verið kallað eftir bara í samhengi við þessu umræðu bara svo hér eins og hér að það sé nýtt en burt sér frá séðan þetta bara Grænland og hvað maður að segja þessi furðulegu mismöðlans ítrekkað Ísland í stað Grænland sem velti fyrir sér eru við þá eitthvað staðar næst á þessu korti en það sem ég einhverju voru að fyrir ekki ykkur fram í einhverju voru að tala um að hann hefði mögulega verið að tala um Íslandið það er að segja að þú veist að Grænland væri fullt af ís það er einhvern veginn ég ætla ekki að taka að vera að túlka orð Trump sér ég tristum mér ekki alveg það þetta var auðvitað mjög ruglingsleg nafnagift á sínum tíma sem forföður okkar lögðu upp með en það sem að alveg börsti frá pólitíkinni eins og sem er grafalvarlega þá er auðvitað eins og þú segir við þekkjum bara hérna auknu hagsæld sem hefur fyllt frjálsum viðskiptum og bara þeirri frelsisvæðingu sem að þetta getur rakið eftir til bara Adam Smith en kannski sérlagi hefur einkennt hinn vestræna heim og víðar hérna frá lokum seinni heimsstyrjaldar svona nokkuð samfellt. En kannski má líka segja þetta fyrir ekki. Já, það er sem að mér finnst bara svo áhugavert af því að
maður heyrir svo oft, maður heyrir hagfræðinga tala um það að tollar virki og þú veist, þetta sé til hagsbóta fyrir Bandaríkjan og þetta muni bara færa framleiðslu yfir landamærin og eitthvað þess og þar. Veruleikin sýnir okkur alltaf aðra niðurstöðu og mér finnst bara frábært fyrir litla Ísland að horfa á sína reynslu. Við stígum okkar kannski fyrstu skref, svona ekki að segja í lok viðreisnarstjórnarinnar á sínu tíma þegar við semjum við EFTA og förum svona fyrst fyrir alvöru að opna okkar landamæri og lækka tolla. Þá var, þegar ég kem nú uppalinn í iðnaði, þá horfði maður, sko, þar var iðnaðurinn talin vera svona hálfgerð skiptimynd. Við vorum að fórna innan gæsalappa svona heima iðnaðinum okkar, við vorum að framlega opna og eitthvað fleira hjá Rafa og þetta svona fór mjög fljótt halloka þegar það naut ekki lengur tollverndar. En þegar maður horfið tilbaka núna, sko, röskum 50 árum síðar, þá hefur iðnaðurinn aldrei verið jafn blómlegur og einmitt í fullu viðskiptafrelsi og hefur risið upp bara og sterkur, dafna mjög vel og maður horfið fyrir 20 árum síðan og velti fyrir sér hvað næsta Marel eða Össur og nú horfum maður á þessi fyrirtæki út allt, Genesis, Alvotech, Corifarma, fullt af mjög flottum kontrollant og þessi fyrirtæki sem hafa náð ótrúlegum árangri og líka bara á ótrúlega skömmum tíma og allt í þessu umhverfi sko viðskiptafrelsi sem er algjört lykilatriði fyrir smáþjóðir eins og okkur. Þannig að viðskiptafrelsi hefur í rauninni ítt mönnum út í það að horfa á önnu tækifæri og nýta það einhvern veginn. Já, og ég held bara fyrir þjóðin eins og okkar, við höfum hugvit, við erum frumkvölar held ég svolítið í eðl okkar og við höfum bara náð að hagnýta okkur þetta umhverfi mjög vel og það er ágefni fyrir okkur þegar það virðist vera að verða svona mikið bakslag í þessum efnum. Já. Viðskiptafrelsi náttúrulega bara einmitt, það stýrir í svolítið að hlutin eru gerðir á þeim stað sem best er að gera það. Við erum náttúrulega smá og með einmitt þannig mannauð og svo náttúrulega með auðlindur annars sem við höfum lært af, sem að við geta þá nýtt okkur og aðri lært af okkar reynslu þó við séum smá og þá erum við stóri mörgu á þessu. Ég er alveg sammála mikilvægi og við erum öll sammála það, mikilvægi viðskiptafrelsinsins. En við sjáum kannski á þessum breyttum tímum frá því að, við vitum náttúrulega ekki hvaða tímum við erum, það verður órói í öllum heiminum, en þannig millitíðinni að þá voru samt tollar og slíkt einu svona treytið, sko, staðan fyrir að vera slást og berjast og þá var farið og tollarnir notaði í það og núna er bara einhvern veginn bæði orðið í gangi, sko, þannig að og smátt eftir sem samskiptin gengur betur, þá náttúrulega fækkaði alltaf þessum tollum og þessi frjálsu viðskipti. En það virðist einhvern veginn hafa verið samt að eina sem að löndina hafa nýtt til þess að verja sín eigin hagsmuni hinga til, sko. Og svo bara vitum við ekki hvert heimurinn er komin í dag, sko. Nei. Og við ráðum svo sem kannski ekki úr því akkurat hér í dag, en heldum að hún fylgast með, það er alveg á hreinu. Ég ætlum aðeins að skipta kúrs og fara að ræða eins og ég nefndi hér upp að þið eru báðir í frambóði ólíku vettvangi eins og ég nefndi, en einar kostingar sem eru framöndan, það er prófkjör samfylkingarnir í Reykjavík og við ætlum að koma að sinna á það. Við sjáum að vinnur okkar í EpicBet, það er mikið framöndan á þeim, þeir verða greinilega eiga mjög annarsama daga framöndan. Það er komið stöðull á frambjóðendu þar sem Heiða Björg Hilmarsdóttir og Pétur Marteinsson takast á og samkvæmt veðböngu, þá er Heiða Björg nú að hafa þetta. Hvernig er þetta að fari? Ég held að Heiða Björg hafi þetta því að ég held að Kristján sé ekki búin að vinna sér ennþá inn allt svona grasrót samfylkingarinnar. Ég held að hún sé ennþá vinstri sinnuð og gamla samfylkingin sé grasrótinni þó að Kristján hafi komið nýja svona krata ásýnd út af við, sko, þannig að ég held að fulltrúi Kristjánar Pétur Marteinsson ná ekki að hafa það, sko. Það fer samt eftir nýskráningunum ef hann er duglegur í þeim og mér skilst þessi opið og þá gæti hann haft það. Stuðlarnir eru 1,85 á Heiðu Björg og 2 á Pétur Marteinsson, þannig að er einhver leið að spá fyrir þetta? Og kannski erfitt það er gaman að Stuðullin og Pétur væri herri og maður myndi smetla ykkur svona óvæntu underdog á hann. En Pétur er fínn og sko, það sem ég finnst nú kannski skipta mestu máli ef maður bara horfir á þetta pólitískt, þá skil ég mæta vel sko tilraun Kristrúnar til þess að leiða fram breytingu innan samfylkingarinnar því að krafan innan borgarinnar er augljóslega orðin mjög háar á ykkur raunverulega breytingu í pólitíkinni sem er rekinnar. Og ég held að við sjáum það allavega bara í kringum bara uppbyggingu á húsnæði að við erum að lenda bara í mjög miklu vandræðum út frá
þeirri bílastæðastefnu sem hefur verið svona dálítið blindri atvinnuhúsnæðiskröfu á jarðhæði í þessum þéttingareitum sem að maður heyrir sko 40-50.000 fermetra að vera þar ónýtta og bara oft mjög erfitt að koma þessu í ykkur nýtingu verða að leigja þetta þá jafnvel á mjög lágu verði bara til þess að fá ykkur aðila þarna inn og það er svona svolítið blind stíft, ég myndi segja svona forræðis yfirbragð á skipulagsmálum borgarinnar í dag, sérstaklega þegar kemur að íbúðauppbyggingunni og ég vona það allavega bara sannlega sem atvinnurekandi í Reykjavíkurborg eigandi við borgarkerfið eins og það er orðið í dag, það er orðið mjög stíft og bara leiðinlegt viðuregnir ætla ég að segja, þó auðvitað sé alltaf gott fólk allstaðar og oft stundum sem er heppin með hver er að eiga við við ekki bara stjórnskipulagið og það bara gífilega margir stjórnendur og allt og mikið af millstjórnendum og svo framvegis, við getum alveg tekið endra umræðan það. Bara flókið En er Pétur lausnin við þessum vanda? Sko ég held nefnilega ekki. Sko ég er alveg sammálað sem Þorsteinn er að segja hérna að samfylkingin í síðustu kosningum er alltaf tapa fylgi og Heiða búin að vera borgarfulltrúi allan sama tíma. Þannig ég skil alveg vel að það er að breyta ásýndinni og Pétur er náttúrulega komandu sjálfsáfránum miklu meira hægri maður og allt það. En ég hef bara áhyggjur af því nákvæmlega sem að Þorsteinn er nefna hérna, skipulagsmálin og uppbyggingin og þétting byggðar. Ég held að Pétur sé nefnilega engin breyting frá því sem að er í dag. Þannig að þó að þau séu gjör ólíkir kandidatar og munurinn á krötunum og vinstrafólkinni í samfylkingun allt það, en þá virðast þau vera öll steyft í þetta sama furðulega skipulagsmót og þess að einhver rómatíka hér verði einhver evrópsk mið-evrópsk borg sem allir geta gengið út í sólinni og skálað í rauðvíni sko. Þetta verður mjög fróðlegt að sjá hvernig það verður líka fróðlegt að sjá hvort þessi stuðlar breytast eitthvað fram að prófkjörinu og svo þetta verður gaman að sjá hvað aðri stuðlar koma fram eins og segja, það eru mjög annarsamir tímar framönda þarna, sveitarstjórnarkosningar, alls konar prófkjör fram að því, kannski koma stuðlar á ykkur. Hver veit? Aldrei að vita. Ég held að vilja sér nú líklegri til þess að fá stuðul heldur en ég. Þetta er nú yfirleitt svona vingjallega kosninga bara þegar það kemur að hagsmunasamtökurum, þannig að það er kannski ekki mjög hart slegist þar. Komum þá að því. Þú hefur lýst þig framboðið til að vera formaður samtök iðnaðarins. Þú ert nú í stjórninni núna. Jú. Varst í stjórninni áður, er það ekki árabil? Jú, á fyrra æfiskeiði, eins og ég segja. Þannig að, ég er búin að vera... Þú varst framkvæmdastjóri Samál í nokkur ár og svo varstu framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, þannig að þú þekkir nákvæmlega til hann í húsi atvinnulífsins. Svolítið starfa lengi hérna tengt húsinu, getur við sagt, mér finnst þetta bæði... Svo ég bara rífið upp fyrir hlustundur, sko. Ég er náttúrulega kynst þessu hagsmunastarfi sem að þarna fyrir fram og það er gríðarlega mikilvægt. Það er mjög mikilvægt fyrir atvinnulífið að hafa sterkar raddir í forsvari fyrir sig. Bæði bara það öfluga fólk sem starfar fyrir samtökin í húsinu en líka bara það fólk sem að býður sig þarna fram til stjórnarstarfa, þetta skiptir gríðarlega miklu máli og ég hef gaman að þessu og það er svona ákvæði að núna þegar Árni Sigurjónsson er að hætta samtökin að starfa á þessari 6 ára reglu þannig að hvort sem er í stjórn eða formennsku þar getur menn ekki setja lengur heldur en 6 ár, 3 kjörtímabil og ég fann svo sem bara fyrir bara góðum stuðningi gælt að vinsalt að segja fjöldi mál sko. Margir koma máli við mig en ég fann fyrir bara þú veist að hafa verið að íta í fjölmörgum áttum og ég fundi fyrir bara mjög góðum stuðningi í aðdraganda þessari ákvörðunar og sem ég kann bara einstaklega vel að meta og bara legg þá á borðið getur við sagt mína reynslu og sín það sem ég tel mikilvægt fyrir atvinnulífið fram á veginn og svo sjáum við bara hvernig því verður tekið, það er alltaf gaman að bæði gaman og erfitt að leggja sjálfa sig einhvern veginn á borðið í svona kosningum eins og viljið þekkjum líka mjög vel en bara hlakka til samtals við félagsmenn núna á næstu vikum kosningarnar fara fram núna seinni hluta febrúarmánaðar þannig að þá sér maður í marsbyrjun hvað maður er stættur. Það verður náttúrulega fróðlegt að sjá sko samtök iðnaðarins eru náttúrulega er ekki rétt hjá mig, það eru stærstu samtökin í húsi atvinnulífsins, allan með flestu félagsmennina. Við höfum mjög oft rætt hús atvinnulífsins hér og hlutverk SA og allt þetta og sem þetta er stundum flókið, en þú ert náttúrulega með öfluga stjórnendur svo sem hjá SI, Sigur hann er svona búin að stýra þessu nokkuð lengi með öflugt fólki kringu sig. Er formans hlutverkið, er það að fara að breytast eitthvað eða hvernig? Sko, auðvitað
formaður þetta kemur með sína borðinu en þetta er þetta þá sko, formaður og stjórn saman sem móta þá stefnu samtakana með starfsfólki samtakana á hverjum tíma. Ég auðvitað er að leggja á borðið bara mjög svipað að sín og samtökin hafa starfað öttulega eftir undanfarin ár. Árni hefur skilað þarna mjög góðu verki, Sigurður Hannesson og hans fólk, bara mjög öflugt fólk sem vinnur hagsmunastarfið bara alveg einstaklega vel. Hafa sýnt bara einstakar lagni í það hvernig þau hátt á störfum sínum. Þetta er oft snúið og það hefur verið að vinna með ólíkum stjórnvöldum milli tímabila, það eru ólíkar áskorunar á hverjum tíma og samtök iðnaðarins eru þetta líka gríðarlega breið samtök, þetta er mjög, ég ætlum ekki að segja ólíkir hagsmunir, þetta eru breiðir hagsmunir. Já, þeir eru bara ólíkir. Já, geta stundum stangast á eða allavega svona ólíkar áherslur meðal einstakra félagsmanna, þannig að það er ekki hjá því komist úr svona marga félagsmenn. Nei, þetta er 1700 félagsmenn eða það og við erum það byrjum 40% af samtökum atvinnulífsins í þá aðaldargjöldum, þannig að en mér finnst samt hafa tekist bara mjög vel til og það er verið að leggja áherslu á skýra þætti, starfsumhverfið okkar skiptir gríðarlega miklu máli, að einfalda regluverkið. Þetta er vinsælt orð að grípa til, nú verðandi ríkisstjórn er blessunulega að leggja mjög miklu áherslu á það, en svo þetta við biðjum maður að sér hvað verður úr framkvæmd þegar á hólminu komið. Er það að vísa í mótun atvinnustefnu eða? Nei, þá er hann að vísa til átaks einföldun regluverk sem ríkisstjórnin hefur boðað. En þetta vonar maður að það verði þá líka eitthvað kjarnastef í atvinnustefnunu sem slíkri. En þetta starfsumhverfi skiptir mjög miklu máli og ég held að sérstaklega bara við vorum að ræða þessu óvissu sem er í alþjóðamálunum. Við slíkar aðstæður er mjög mikilvægt að nýta tækifæri til þess að segja, hvað getum við gert hér heima fyrir til þess að gera þá atvinnulífið okkar sanngjarnishæfara sérilegi út á við í ljósi þess að það er verið að leggja tolla og kostna þá á fyrirtækin utan landamæra og mikilvægt að við þá bara lögum það sem við getum hérna heima og það er við eigum ótal tækifæri, bæði getum við sagt regluverkið okkar er orðið mjög flókið, það er ógagnsætt. Við sjáum bara að það er mjög mikið, það sem ég bara segja, geðþótta ákvarðanir innan kerfisins sem að skatturinn hefur verið harðlega gagnrýndur fyrir hvernig ákvarðun, bara svona, það hefur orðið breyting, bara eftir, það er kannski ár síðan að allir helstu skattalögfræðingar landsins skrifuðu saman grein bara breytta túlkun skattayfirvalda. Þú varst nú í þetta hjá mér hvað í nóvember, desember með Garðari Gíslasyni sem vorum að fjalla þessi mál. Þetta er rakið dæmi, það er einhverjum þá hvernig einhvern veginn kerfið virðist vera að taka sjálfstætt upp sjálfum sér að breyta því hvernig frá því sem áður hefur verið unnið og við sjáum þetta líka í skipulagsmálum, þetta er að vera gríðarlega flókið, þú veist, maður horfir bara aðeins yfir sviðið þegar við erum komin, við erum 400 manna þjóð. Það tekur 15 ár að koma nýjum virkjanakosti til framkvæmda ef allt gengur smurt og við veitum að raunin er síðan að það gerir það aldrei. Við erum búin að, ég er nú áhugamaður samgöngur og við erum með bara vel þekkta stíplu í austurhluta borgarinnar sem er bústaði við Reykjanesbraut. Sem að veldur stíplum sko langt upp Ártúnsbrekkuna, langt vestur í bæ eftir Sæbrautin og sko maður sér bara hvað þetta er mikil tregða út af þessum einu gatnamótum. Við erum búin að vera í 25 ára að veltaði fyrir okkur hvernig við ætlum að leysa meðsla gatnamótum. Við erum búin að vera í 2 áratugi að veltaði fyrir okkur hvernig við ætlum að útfæra borgarlínuna. Við erum búin að vera, var eitthvað á fundi í Eflu þar sem þau rifjuð upp að það veru 3 ætliðir í beinan kallegg sem eru búin að vinna við hönnun Sundabrautar innan sömu stofunar. Við eigum að nýta okkur smæð Okkur eru þetta svona flókið? Við finnst flækja hlutin alveg ótrúlega mikið fyrir okkur. Við erum endalaust að rífast leiðir en ekki meginmarkmið. Það verðist Við sjáum bara hvernig skipulagsferillinn eins og til dæmis í kringum virkjanamálin og umhverfismötin, leiðarvölin, það fer allt í kæru, bara Suðurnesalínan, Hvammsvirkjun, verið að vinna hér fleiri ári í einhverjum kæruferlum, það sem oftar en ekki er verið að sko ógilda á grundvelli einhvers forms en ekki efnis, eins og ég sá bara forstjóri Landsvirkjunar kallaði eftir gagnvart Sultatangavirkjun núna nýlega, bara hvar er almenn skynsemi í ferlinu? Það er alveg augljóst að það sem verið er að kæra er einvörðungu
formið en mun ekki hafa neina áhrif á niðurstöðu þess ferli sem hefur verið unnið og þarna þurfum við að stokka þessa ferla upp. Við erum með rammaáætlun í virkjanamálum sem áttu að auðvelda okkur hlutinu en hafa bara flækt á það bara færðu víglínuna í rifrildinu og svo bara áfram rifist fyrst rammaáætlun og svo hvert einstakt verkefni þar og eftir. Þannig að ég held að þetta þurfum að skera upp alveg frá grunni og hugsa bara 400 manna þjóð, þetta þarf ekki að vera svona flókið, við geta unnið þetta miklu hraðar án þess að það sé verið að kasta til hendinni í undirbúningi. Þú þekkir nú öll þessi, eiginlega held ég bara öll þessi mál sem hann taldi upp hérna úr pólitíkinni. Ég þekki þetta bara mjög vel. Sumt þessi kom ratan á ykkar borð. Já, sko, þetta alveg hárrétt sem að Þorsteinn segja og ég tek alveg heilshugar undir með honum og hvernig ég upplifi þetta, hafandi verið þarna inn á vettvangnum, að þá var þér hrun og einhvern veginn breyttist samfélagsumræðan og svona, það var svo mikil tortryggni og það svona jógst eftirlitstíðin að reyna að setja allt í lög og sama tíma var hér vinstristjórn 2009-2013. Þar voru lögin rammaáætlun sett og ný skipulagslög og mat- og umhverfisáhrifum og allt þetta á þessum tíma. Við erum bara ennþá, þó að við séum búin að ná að flysja mikið af því í burtu, að þá þetta bara ennþá sandur í öllum tannhjólum. Og þannig að fólk bara ekki að átta sig á því, bæði þessi torgni og þessi viðhorfsbreyting sem varði í samfélaginu eftir hrunið, hvernig hún skapar þetta tuð og rifrildi og allt það, þannig að við erum bara að rífast í staðan fyrir að vinna á lausninni og líka bara hvað löggjöfin var lúmsk og hvað hún búin að hafa mikil áhrif. Og við erum búin að reyna að vinda ofan að þessu og nú þurfum við að stækka virkjana, það byrjaði að stækka virkjanur og það komnar í vinnslu sem eftir að við einföldum það kerfi. Ferli eins og rammaáætlun með alla þessa skipulagslöggjöf en bara henda inn í burtu, við höfum ekkert með rammaáætlun að gera og þannig kom ég nú rammaáætlun í gegnum þingi með 3 flokka ríkisstjórnin en ég segi, herðu, ef okkur tekst ekki að klára þetta núna þá legg ég til að rammaáætlun verið þurrkuð út, sko. Þannig komum við alltaf með okkur áfram. En er það kannski ekki bara það sem þarf að gera? Það þarf bara að henda rammaáætlun út og það þarf að gefa miklu meira frelsi í skipulagsmálum. Líka bara þannig að fólki sem ætlar að nýta byggingarnar eða búa í þeim eða verktakinn sem búin að vera að byggja þetta hérna í 25 ár, að þeir hafið þá heimild til þess að byggja og fá svolítið svigrúm, hvað skynsamlegast, hvernig hagkvæmast að byggja, hver þörfin og hvernig virkar þetta best staðan fyrir að vera njörfitt allt í einhverju skipulagi og nú fara peningandi miklu meira í að hanna vegina heldur en að byggja vegina og bara í einhverju, það var nú samgönguþingin daginn og þá kom einhver frá Evrópskri stofnun einn aðali og hann benti eiginlega bara á það, því lengri sem ákvarðanatakan tekur, því lengri sem gangarnir eru, því verri innviðinir. Það fer ekki eftir því hversu rík þjóðin það heldur hvað mikill einræðis það, sko, hversu innviðinir byggðir það. Það óheyrilegur kostnaður sem liggur í þessu þetta líka. Kostnaðurinn bara bæði í því að fá þetta ekki fram, eins og gatnamóti sem þú nefnir. Ég sagði, setjum bara 3 milljarða bráðabera gatnamót við Bústaðaveg og sama hvernig við líta út, þó að þau eru bara stálvirkja eitthvað, að þú myndir spara það 1 ári, af því að þjóðhagslegt tap svo gríðilegt á hverju ári sem þetta kemur ekki. Það ekki 80% af öllum vöruflutningum til og frá landinu gegnum Sundahöfn og allir vörubílarnir bíða við þessi gatnamót. Fyrir utan alla aðra atvinnustarfsemi og heimilin sem bíða. Þannig að þetta tvennt. Við þurfum að einfalda regluverki, meira sem Evrópusambandið byrjaði að segja. Það til prógram það sem heitir Repower Europe, ákveður bara hver Gullfoss og Geysir sem ætla ekki að virkja og svo bara ryðja öllum hindrunum úr vegi og fara í framkvæmdir. Þetta þurfum við að gera í samgöngumálum, þetta þurfum við að gera í byggðalínunni og þetta þurfum við að gera í virkjanamálunum og fleiri málum og við þurfum bara að hætta þessu rifrildi, við þurfum bara að sætta okkur við það að hér þarf að byggja innviði og það mun engin það var aldrei yfirlildi við Kárahnjúkun, hver vill sprengja Kárahnjúkun niður nú, hver sér eftir hún hafi komið. Við höfum áður en það hefur engin vatnsaflsvirkjun verið byggð eftir að rammaáætlun kom, en einhver að kvarta yfir ástandinu á hálendinu. Þó að allar þessar virkjanir eru byggðar án rammaáætlun, sko. Ég ekki hálendi bara í toppstandi. Ég veit ekki betur. Já. Gleymist líka í þessu að sko, frá því að hugmyndunum rammaáætlun kemur fram
svo búið að setja hér sko, talsveit flóki regluverk umhverfismat og skipulagsmál sem raun og veru tekur á öllum þeim þáttum sem rammaáætlun var ætlað að taka á. Þannig að það er bara, þetta er tvíverknaður og það á að henda rammaáætlun út, hún er algjör tímaskekkja þetta og hún er ekki þjón okkur með neinum hætti. Sú vinna sem hefur lögð í hana liggur þá alltaf til grundvallar og er þekkt stærð, en í dag á bara að fara að taka hvern virkinu kost fyrir sig og meta þó bara áfram. En þarna sko, þessi skipulagsferðlar eru allt of svifaseinir og allt of kostnaðarsamir, það þarf að endurskoða, auðvitað þarf að tryggja aðkomu almennings og hagsmunaaðila að þessum ferlum og það auðvitað verið hægt að kæra og koma í veg fyrir þessi verið að gera ykkur vitleysu, en það þarf að vera eitthvað eðlilegt form á því. Ég meina það er bara þegar að megin útlínur framkvæmda liggja fyrir að þá opnist ykkur kærufrestur þar sem í eitt skipti fyrir öll sér þá tekið á svona grundvallaratriði málsins og svo sé geta verið að kæra þetta hverju einasta ákvörðuntöku stígi þar eftir. Þetta eru sammála því að það þarf að vera að stíga inn í ef að gerast svona slys eins og græna gímaldi eða eitthvað slíkt sko. Þannig að þetta er bara svolítið almenn skynsemi og víst bara ef að rammaáætlun hefði ekki komið og þetta er bara eins með veiðigjöldin og rammaáætlunina. Þetta átti að skapa sátt. Sko. Það hefur aldrei verið umdeilt bæði hvorki sjávarútvegurinn virkjanamálin eins og eftir að þetta tvennt kom. Sko. Og þannig að þetta er bara einhvern veginn, ef að rammaáætlun ekki komið og við höfum bara haldið áfram að virka í sama takti og vorum að gera. Hver heldur að hagvöxturinn væri hér í dag? Sko? Hver heldur að staðan væri á Íslandi? Hvað heldur sem að tapa mörgum 20 milljarða ári að því við erum ekki með rafmagn sem heillugur? Já, ég ætla að reynda að koma aðeins að ímynda þeim punkti aðeins rétt og eftir og efnahagsmálinu svolítið almennt en Vilhjálmur, þú ert líka í frábæði. Þú ert að þú búin að synda þingi síðan 2013 ef maður rétt? Það passar, jú. Og þannig að það eru komin að verða 13 ár en þú ert að bjóða þig fram til að verða oddviti Sjálfstæðisflokksins í Já, þú segir Reykjanesbæ, ég segi Keflavík. Já. Akkurat, jú. Já, þetta er mjög spennandi og skemmtileg áskorun að stiga þarna í sem fram sem frambjóðandi oddvitasæti og líka sem bæjarstjóraefni. Ég held að skipti miklu máli líka að þarna komi inn einmitt í þessu stærsta sveitarfélagi fyrir utan höfuðborgarsvæðið. Stærsta sveitarfélagi í Suðurkjördæmi líka. Og það sveitarfélag sem er með hvað mestu atvinnutækifæri og bara almenn tækifæri á öllu Íslandi sko, þó við að vera leitað með aðstæður að þá er þetta svolítið spennandi áskorun að fá að stiga inn í þetta og koma með þá reynslu og þekking og annað sem að ég hef úr þessum 13 ára starfi mínu á Alþingi og þar áður 10 ár úr lögreglunni og þar áður rekandi fyrirtæki, lítið fyrirtæki og þannig að ég er líka við ákvæðum við hjónin að setja okkur þarna niður eftir rýmingunni í Grindavík. Þannig að þarna sem að strákarnir mínir að fara að stunda skóla og íþróttir og við að búa í framtíðinni. Þannig að það, ég klæja í fingurnar að gera nærsamfélagið mitt betra og það sem að kannski var til þess að ég tók þessa ákvörðun líka er bara þessi skýra bæði krafa breytingar og bara þörf á breytingum við stjórnvölin í Reykjanesbæ. Það þarf að tala þetta sveitarfélag upp og benda á tækifærin. Það er vissulega áskorun þarna eins og öllum sveitarfélögum en þá er gott að hafa þekking á stjórnkerfinu og bara fara beint þangað með það og ég fann líka að fólk hafa svo margir, hvað sem var atvinnulífinu innan úr flokknum eða bara bæjarbúar sem að höfðu svona trú á því að ef ég kemur með þeim í þetta væri hægt að gera mikla breytingar þannig að ég vildi ekki heldur bregðast því ákalli. Sko, þetta svæði, Keflavík, Njarðvík, Hafnir sem að heitir náttúrulega Reykjanesbær. Þetta hefur einhvern veginn orðið svona, já, hvað ég segja, skotspótn eða fórnarlamb einhvern veginn aðstana oft á tíðum. Þú veist, ég meina, og það gerist þetta að því að þegar að kreppir að í hagkerfinu, hvað sem þá er þetta COVID eða einhverjum öðrum málum, þá er þetta dettur flugið svolítið niður. Og svæði virðist tristróldið á það að alþjóðaflugvöllurinn sé starfandi á fullu blasti yfir sletta þess. Þú veist, þannig að já, hvernig orðið þetta, þú veist, er Reykjanesbær eitthvað viðkvæmur en önnur sveitarfélög fyrir breytingum í hagkerfinu? Ég myndi ekki segja það, ég held að þetta sé búið að búa til styrkleika svæðisins. Þú veist, ef það verður til atvinnuleysi, það verður atvinnuleysi mest þar einhvern veginn. Þú veist, hefur verið þannig, oft á tíðum. Já, það er kannski út af
sko, ég held að þessi búið að búa til gríðarlega seglu í samfélaginu, þannig að það eru fá samfélag sem að hafa jafnmikla seglu í því að lenda á fótunum eftir svona áföll og byggja sér hratt og örugglega upp. Þannig að þetta er mjög sterkt og öflugt svæði, en líka bara því hvað flugvöllurinn og flugtengd starfsemi er gríðarlega mannaflsfrek og stór og mikil starfsemi að þá hefur þetta bara hlutfallslega miklu meiri áhrif sko. Þannig að ég held að sé nú fyrst og fremst út á því að atvinnulífstölurnar fari umfram öðrum stöðum. Svo ertu með áskorinu á öðrum svæðum eins og mínu gömula heimasvæði Norrlandi vestra. Þú sérð aldrei að háar atvinnulífstölu þar, samt hefur störfunum örgulega fækkað hlutfallslega miklu meira þar heldur en á Suðurnesjum, en bara atvinnulífstölu þar flytur í burtu. En atvinnulífstölu á Suðurnesjum flytur ekki jafn mikið í burtu og hluti af atvinnulífstölunum þar eru þeir sem að flytja úr landi. Þetta er svolítið eins og harmonika bara. Að þegar að fækka störfunum, að þá eru þeir sem að flytja til landsins að vinna þá fara þeir aftur til síns heima. En aftur á móti er þetta enn og aftur líka eitt stóra tækifæri svæðisins. Þú sér það að þú ert hringinn í kringum landi með fullt af flottum svæðum til að byggja upp atvinnustarfsemi, en þetta er eitt af fáu svæðum sem hefur þá mannafla. Þannig að þetta koma og vilt byggja upp mannaflsfreka atvinnugrein, að þá viltu hvergi annars að vera heldur en á Suðurnesjum. Þú ert við hliðin á alþjóðaflugvellinum, við sjónfærin eru alþjóðlega höfn, best tengdu ljósleiðara og gagnatenginga svæði á landinu og með stærstu ferðamannastaði landsins í bakgarðinu og fullt af landsvæði, skipulögu og mannafla. Þannig að þú bara farið ekki svæði sem er með fleiri og fjölbreyttari tækifæri og svo er gríðarleg uppbygging út á Reykjanesi núna hjá Samherja í Laxeldinu. Já. Þannig að það mun vera svona landeldis bara alveg frá höfnum og eða eiginlega bara frá Ásbrú og alveg austur í Þorlákshöfn eða Ölfus, þannig að og svo er með Grindavík sem verið stærsti ferðamannastaður Íslands eftir korter, eftir Bláa lóninu sem er í Grindavík, eitt af undrum veraldar og þetta er allt í UNESCO geopar með tvöfaldar Reykjanesbrautin og engan fjallvegi verið að fara sko, þannig að og svo erum við bara með frábæra skóla og leikskóla og allt þarna á svæðinu og Reykjanesbær hefur lengi vel verið þekktur fyrir sína öfluga skólastarf sko, og þannig að Ég heyri það að þú ert búin að æfa ræðinu að tala þetta upp. Nei, ég er bara búin að finna þetta á einn skinni sem þingmaður þeirra og svo núna sem íbúi og þannig að það hefur farið fyrir brjóstið á mér mjög mikið hvernig Reykjanesbær, hvað álit fólk hefur Reykjanesbær og ástandið að þetta sé allt svo vont og svo erfitt og eitthvað svona þegar ég upplifði það bara ekki. Þannig að það er stór ástæða fyrir því að ég vildi fara í þetta framboð og nýta þá mína reynslu og kynningegnum 13 ára þingstörf og þekkingu á kerfinu í það að benda þjóðin á sér tækifæra því ég held að það gagnist fyrir allt landi heilsinni, fyrir efnaðismálin sem við ætlum að ræða hann eftir sko. Þannig ég bara klæði fingurnar að fá að takast á við þetta verkefni. Já, það verður spennandi. Það er að fá að taka aðeins út með Vilhelmur með þetta. Ég held að það er með því miður er settur svona stundum allavega neikvæði stimpill á Reykjanesi en sko það er magnaðis á uppbyggingunum sem við verðum átt við staðan ekki bara í kringum flugvöllin þó að hún sé eins og gríðarlega mikil. Það er gríðarlega íbúafjölgun sem við verðum átt við staðan mikil húsnæðisuppbygging á svæðinu. Að keyra Ásbrú í dag og bara horfa á allan þann atvinnuveg sem þar hefur sprottið upp á fáum árum, myndum að segja. Við vorum að reisa þarna nýja og glæsilega steipustöð, erum við að steipa þarna fyrir Ístak og Samherja, en þú veist, maður sér bara kraftin sem er í þessu samfélagi. Og ég myndi líka að segja að sko, Reykjanesbær er býsna stórt bæjarfélag í dag, og þar finnst mér gaman að sjá að það er sterk tenging við raunhagkerfi, myndi ég segja og það er mun einfaldara við kerfið innan Reykjanesbæjar að eiga heldur en til það sem maður reynir hérna í Reykjavík. Það er miklu meiri skilningur á verðmætasköpunin og mikilvægi tímans og það er bara gaman að vinna með svona samfélagi þar sem að fólk er það er ekkert kjaftæði, það er bara það er vaðið áfram með verkefnin og svona skilningur á því hvernig þarf að vinna hlutina í góðu samstarfi en jafnvel þó að maður hafi fylgst með úr fjarlægi líka í pólitíkinni þá bara gefur mér óvart hvað þetta er orðið
ótrúlega öflugt og sterkt samfélag sem að þarna og bara viðfemt. Já. Og svo með ekki gleyma sko því að svo náttúrulega NATO og Bandaríkja her með mikla starfsemi og þannig að það er milljarða uppbygginga hverju einasta ári í kringum það og innan girðingar er sko mörgundur manns að starfa hverjum degi sem enginn veit sko. Þannig að umsvifin eru mikil og störfin eru fjölbreyttari en það þarf að gera þau fjölbreyttari og við viljum líka fjölga litlum og meðalstórum fyrirtækjum sem veita þá aukna þjónustu í bæjarfélaginu. Já. Þannig að fólk þurfa ekki að keyra Reykjanesbrautina eftir þjónustuna heldur. Það verður spennandi að fylgjast með þessu. Kannski ég er það þjóðmál þar að við þurfum að fara að halda kannski gott bjórkvöld bara í Keflavík. Það líst mér vel. Ég ætla að segja Keflavík áfram sko. Já, ég ætla ekki að banna það. Nei, ég lærði það nú fljótt í löggunni að ég þyrfti alveg að hafa hreinu hvort ég væri Keflavíkurmegin eða Njarðvíkurmegin og ef maður sagði einhver vettvangur væri í Keflavík og þá kom lögreglumaðurinn sérstaklega Gumi Sæm yfir öxlina þetta nú í Njarðvík þannig að það er bara gaman að þessum ríg og sérstaklega þá fyrir skaffiska grindvíkingin að koma inn í það samfélag. Einmitt. Það eru áðurinn fyrir lengra. Ég er með aðra gjöfhandingur. Það er náttúrulega því er ekkert að gefa þér svona Vilhjálmur en þú kannski deilur þessu á kostingarskrifstofunni. Já, ég er með öflugt fólk á kostingarskrifstofunni sko, og ég stillið þetta upp og segja að þau megi opna þetta neða að búa að telja upp á kassunum. Þetta er hægt að kaupa í ríkisversluninni og hjá kampaðinsfélaginu. Sko, ég er alltaf búin að vera að reyna að múta fólki þetta stundum í þáttunum til að segja manni alls konar leyndamál, þú veist, ég reyndi að fá Siri Andersen til að, ég gaf henni flösku og var allar reyna að láta hann að segja það hver er oddviti Miðflokksins í Reykjavík og hún er ekki alveg til í það, ekki Bergþór Ólafsson heldur, þannig að það gengið misvel að múta fólki við þessu. Bara ekki. Já, svo er það sko, en til að fá alltaf að rétta, sko Þorsteinn, þú varst í viðtali í Morgunblaðinu í vikunni. Já. Það sem varst alltaf að vera að fjalla þitt formálsambóð sem við erum búin að koma sína hér og svona líka eins og fyrir þá kannski til uppbyrjun fyrir hlustundur. Þú alltaf varst þingmaður ráðherra fyrir Viðreisn, þú varst ráðherra árið 2017, félagsmálaráðherra og í þessu viðtali kemur fram að þú hefði sagt skilið við flokkinn. Já, það er rétt. Þótti það miður á mörgu leyti, mér þykir vænt flokkinn. Þú, bara þannig til uppbyrjun, þú varst einn af þeim sem, þú varst með stofnundum, varstu með frá upphafi eða hvernig var það? Ég myndur ekki segja alveg frá upphafinu en kem þarna inn í svona sprettin með þeim inn í þingkosningar höstu 2016. 16, já. Ertu varaformaður tíma? Ég er varaformaður tíma og ég hef svo sem alltaf sagt sko það sem höfðaði sterkast til mín með Viðreisn þarna í upphafi var ég hef kannski frekar titla mig sem evrumann heldur en Evrópusinna. Ég hef bara haft sjálfstætt mikinn áhuga á því að skoða hvað aðrir kostir mögulegir væru fyrir okkur í gjaldmiðlamálum. En mér fannst svona þau sem stóðu að mótun grunnstefnu Viðreisnar höfða til mín með bara svona sko, frjálslynt hægri afl sem að væri svona almannahagsmunum fram sérhagsmunni, grunn bara frelsi í atvinnulífinu og mér fannst það fyrir mig tala svona mjög skýrt á móti þar sem ég oft kallaði kannski svona fullmikla framsóknar mennsku víða ef mætti orða þannig með fullir verðingum mjög pent orðað við ekki að væntum framsóknar menn líka en maður á að tala skýrt og þetta lýsir málinu vel og ég get alveg skilið að ákveðnum sviðum þú veist gildi ekki sömu leikreglur, landbúnaðar nýtur allstæðar stuðnings af hálfu eins opinber og svo mætti að telja hann svona heilt yfir vil maður nú bara svona leikreglurna séu almennar skýrar, frjáls samkeppni sem megin stefið og við svona vitum alveg fyrir eftir hvaða reglum við erum að leika og svona hönd ríkisvald sem sé eins lítið á stjórnborðinu eins og hægt er. Mér finnst svo sem flokkurinn hafa sko fjarlægst þetta grunnstef og kannski orðið þá meira svona Evrópusambandsmiðaðri heldur en svona hvað þessa áherslu varðar en það kannski tók steinin úr í mínum huga þegar að þau fóru í ríkisstjórnarsamstarf með flokki fólksins það fannst mér ábyrgðarleysi og ef ég horfi bara á ég hef fullan skilning á þeirri stefnu sem að flokkur fólksins berst fyrir en sú stefna og ábyrgð í ríkisfjármálum bara fara enga veginn saman og þetta er bara hreinn og klár populismi í mínum huga og
þarna nú þegar búið að stíga skref sem ég held að muni reynast mjög kostnaðarsum og séu vanhugsuð Eins og hver? illa undirbúin. Ég hef nefnt sem dæmi löggilding sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra. Sko sáttmálinn frábær og markmiðin í honum eru mjög mikilvæg og bara falleg og göfug og eigum að vera við eftir þeim. En að löggilda slíkan sáttmála sem bara markmiðsdrifin sáttmáli allt annað mál. Þú gerir það ekki nema að skilgreina það með skýrum hætti hvaða þjónustu ætlar að veita. Því að annars ertu búin að opna möguleika sem undar öryrkjabandalagi þegar hefur boðað málsóknir á hendur sveitarfélögum á grunni grundvöll þessarar lagasetningar að þau ætla að sækja réttindin í gegnum dómskerfið. Á sveitarfélög sem komið þá hvergi nálægt þessari lagasetningu fyrir það fyrst að hafa ekkert fjármagn til þess að fá reikningin og vöruður endar stjórnvöld mjög skýrt við því að þetta væri óuppfylltur tékki á þau. Þetta fannst mér fullkomið ábyrgðarleysi gagnvart opinberum fjármálum og eiginlega verra að reikningurinn sendur annað heldur en á ríkissjóld. Þannig að og ég var bara steinhissa að sjá þetta fara í gegn og svo erum við líka að horfa á bara tölverðar áhyggjur í kringum þá áherslun á örorkukerfi þar sem það gríðarlega mikilvægt kerfi en við þurfum að horfa á samspil þess við atvinnulífið, hvernig sportum við gegn nýliðun í örorku til þess að kerfi verði okkar einfaldlega ekki ofviða í kostnaði og síðan getur sagt stöðugt svona milli lífeyrissjóðakerfisins og almannatrygginga hvað þetta varðar og það er mikilvægt að við finnum lausnir á því þannig að þetta og svo kannski getur við sagt í þessari ríkisstjórn haldið áfram með stefnu sem ég hef haft bara lengi mjög miklar áhyggjur af sem þá svona það sem myndi kalla félagsvæðing húsnæðismarkaðar og ekki það að auðvitað mjög mikilvægt að allir hafi öruggt þak yfir höfuð. Við eigum að styðja við tekjulægstu hópana hvort sem það til eignar eða leigu að það sé gert með skynsamlegum hætti en á kannski myndi ég segja raun og veru allar götur frá hruni hefur við snúið húsnæðisstuðningi okkar úr því sem var eignafyrirkomulag þess að við vorum með vaxtabætur og stuðning til lægstu tekjuhópana til þess að eignast húsnæði sitt yfir í leigu stuðning og bara sem fyrir félagsmálaráðherra í mjög skamma tíma á þessu en þá sá maður bara mjög skýrt í tölunum að hópurinn til dæmis aldraðir sem voru í mestum erfileikum hvort sem það var þá þú veist inn á örorku eða eftirlaunum var fólki sem hafði fest inn á leigumarkaði alla sínu tíð. Það var með sama húsnæðiskostnaðin á sér áfram þegar komin á eftirlaun eins og hafði verið með á vinnumarkaði en verður fyrir tekjufalli sem yfirleitt nú tilfellið hjá fólki þegar það hættir að vinna meðan að fólk sem hafði náð að koma sér þó að veri bara hóflegri íbúð skuldlítill eða skuldlausir var í allt annarri stöðu og þess vegna finnst mér þetta óskynsamleg leið og bara heimskuleg og við eigum að snúa af þessari leið bara eins hratt og við getum því að það öll áhersla hvort sem það þarf að horta til húsnæðis áætlunar þessari ríkisstjórnar eða húsnæðis áætlunar Reykjavíkurborgar snýrað uppbyggingu á niðurgreiddu leiguhúsnæði og ég held að þetta sé bara heimskuleg leið og við þurfum að skoða í fyrsta leið hver langtíma þörfin fyrir þessu uppbyggingu og hvernig getum við stutt fólk til kaupa á einu húsnæði með betri hætti heldur en við erum ekki. Pólitíkin snýst þetta í dag. Fólk sem á leigumarkaði þá fara að spýta núna fjármagni inn í félagsbústaði reyndar í miðri prókisbaratu hjá Samfylkingunni en það sama. Yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem býr í leiguhúsnæði vill búa í eigin húsnæði. En við erum eiginlega búin að svifta þau þennum opinbera stuðning eða þessu tekjutengda stuðningi til þess að komast okkar. Vaxtabótakerfið okkar bara ónýtt í dag, það nýtist eiginlega engum. Bara ef þú nærð að reiða fram þá eiginfjárkröfu sem settir á þig í kaupunum þá er til að dottin út úr kerfinu í stuðningi. Þannig að það mjög sérkennilegt að horfa upp á þessa þróun og ég held að það sé mjög mikilvægt að við snúum henni við. Algjörlega, en ég mun samt sjá mikið eftir Þorsteini úr Viðreisn því að ég hafði alveg töluverða væntingar til Viðreisnar þegar þeir voru stofnuð að kæmi þá einmitt einhver frjálslynd hægra afl til þess að vinna með en svo hefur þetta bara orðið vinstra Viðreisn þannig að ef að samviskan hætti flokknum einhver sem að gat talaði inn á að vera rétti að þá veit ég ekki hvert að horfið en ég verð bara treysta á Ingvar Þór
Ég að treysta á Ingvar Þórsson og Jón Gnarri eitthvað svona til þess Það sem vera samviskan. Það sem hefur alltaf komið mann svolítið óvart með fyrir, sko, ég get alveg skilið að vissu leiti, þú veist, það er þetta atbyrðir á landsviti Sjálfstæðisflokksins 2013, það sem er tekist harkalega á það hvort það er að kjósum aðild að Evrópusamtökunni ekki, eða þjóðan að kjósum það. Og það einhvern veginn, það máli fellt á sama landsviti manni hins vegar var, ég manna Heiðar Guðjónsson og Þórlindur Kjartansson leitu nefnd sem að átti að fjalla þar gjaldmiðlamál og það var umræði í Sjálfstæðisflokknum svolítið á þeim tíma það hvort að, þú veist, gleymum þessu Evrópusambandi en tökum umræði gjaldmiðlamálin, þú veist, og það var alveg, maður segja bara valið umræði í flokknum þá, síðan einhvern veginn dettur nú svolítið uppfyrir og náttúrulega þessi atburður sem var lýsa hér, það sem er fælt svo til það að láta þjóðuna kjósum aðildarviðræður að Evrópusamtökunni, sem er ákveðin blekkingu þetta, það er ekki til sem þetta aðildarviðræður, þetta er bara samrunaviðræður, en ok, fyrir ekki útskýra það í tækniatriðum hér. Þannig ég get alveg skilið að vissu leiti að Evrópusamband sinnaðir hægrimenn vildu stofna sin eigin flokk og keyra svolítið á það mál, gott og vel. Síðan gera það sem hefur komið mér á óvart með Viðreisn og ég hef sagt þetta áður og segi það bara aftur, er það að flokkurinn er ekki, þú veist, þó hann hafi ætlað sér að vera það í upphafi, hann er ekki það sem að, enskum að kalla business friendly. Bara alls ekki. Við erum bara með atvinnuvegar á þeirra sem að vegur að atvinnulífinu, þú veist, í hverju viku. Þú veist, við erum með stefnu sem snýr það að hækka skatta og jú, eins og þú myndir upphæfi, þú veist, það er stefnt að því að einfalda regluverk og svona, en við erum bara að sjá það gerast og ég er bara ekki mikla trú á því, sko. Mér finnst flokkurinn ekki vera atvinnulífsmiðaður flokkur. Ég ekki ennþá síðan eitt sem er atvinnulífstengt frá Viðreisn. Er þetta harður dómur hjá mér? Nei, ég ætla mér reyndar ekki að segja það, sko. Ég held bara því miður bæðið ef maður horfir á Viðreisn í borginni ég myndi segja bara svona umbúðurlegt Viðreisn bara rann inn í samfélkinguna í borginni og meðstóðst einhvern veginn að marka sér sérstöð fólk sem starfaði fyrir Viðreisn í borginni og ég veit alveg að þau unnu vel og að heilendum en einhvern veginn mörkuðu sér sáralitla sérstöðu gagnvart stefnu samfélkingarinnar í öllum veigamestu málunum. Ég saknaði þess í þessari ríkisstjórn að ríkisstjórnin segist vera atvinnulífs friendly heldur hlættu náfram en mér finnst ég ekki sjá skýr merki það en þá veist, ég bind vonir við að þau meini eitthvað með átækjum einföldum regluverks og við hjá samtökum iðnaðar sem fylgja því mjög fast eftir við sjáum bara mikil tækifæri í því og ég vona að stjórnvöld meini það af fullum hug. Það sem að ég myndi eins og alveg ganga lengra sko, í þessari pólitísku greiningu sko, ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks Vinstri grænna og Framsóknarflokks var líka mjög dýr ríkisstjórn ég skal vera fyrst með límið þeirri ríkisstjórn var svolítið ríkisútgjöldinn og fyrir kjölinn Við lifum oftur pirrar út í okkur fyrir hvernig við tölum þá ríkisstjórn og náttúrulega fórnendur sem voru færðar í orkumálunum voru líka mjög kostnaðarsama fyrir okkur og svona það má segja að það voru þú var ofta uppnefnd kjærstöðu stjórna því það var bara málameðlun það að láta ákveðin má liggja hún verður sent talin ábyrg í ríkisfjármálum og þessi ríkisstjórn verður ekki talin það heldur það er mikil útgjaldaaukning búin að vera bara ég held að ríkisútgjöld að mann hafi aukist sko nærri 30% á áratug það er fjári mikil aukning og ekki lengri tíma að raunvirði þannig að auðvitað þurfum við að horfa svolítið til þess hvernig tökum við utan ríkisfjármálin til þess að þau séu þá ekki svona bara mikil mara á efnahagslífinu þetta er auðvitað bara gríðarlega mikil byrði sem að hagkerfið er að bera en sko þú veist, ég sakna þess bara líka í Sjálfstæðisflokknum að það sé meiri áhersla á atvinnulífið einfaldara regluverk og ég held þú vísa til sko atburðuna þarna 2013 sko ég held að það hefur kannski einhverjum leiti markað þá upphafið að þeirri niðursveiflu sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur eiginlega verið í fylgi allar götur síðan að sko, fyrir að fyrsta Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið of upptekinn af innbyrðis átökum og bara þarna hafa fylkingar barist á banaspjótum sko endalaust þar sem að verist vera meira eða kannski mikilvægara hverjir beri sigur og bítum í þeim innbyrðislagsmálum heldur hvaða stefnumál flokkurinn er að færa upp á borðið í hvort sem er landsmálunum ég held að það sé einhver leiti rétt eða setjasóttinni og hvernig fór fyrir Evrópumálunum þar myndumræðu og fleiru markaði kannski líka upphafið að ákveðinu óbilgirni flokkurinn var áður
svona flokkur sætta getur við að það var verið að reyna málamiðlanir innan flokksins milli ólíkra fylkinga sem að þarna eitthvað liti brustu þannig að og svo hafa bara víglunina verið að færast þarna til og maður bara steinhættur en enn að fylgjast með að skilja rifrildin sem eru í gangi en ég sakna og það er bara mjög mikil þörf fyrir í bara pólitíkin í dag öfluga, getur við sagt, sveiflu í átt að bara, góðri hægri stefnu þegar kemur að atvinnulífið, bara einföldum regluverkið, losum þær hömlur sem við fórum langt yfir strikið eftir hrun í þeim hömlum sem við lögðum á atvinnulífið. Alls konar gullhúðun og blýhúðun. Já, og við verðum ekki geta höndlað Evrópureglugerð án þess að hlaða í hana, það þarf ekki. Við nýtum ekki undanþágurnar sem við megum nýta okkur. Við eigum svo mikið að tækja fyrir til að segja einfalda lífið þarna og ég horfi bara á þetta sjálfur að því að ég segi á mér að maður kannski svona 2 líf í atvinnulífinu, í rekstri, stíg út úr atvinnulífi í beinum rekstri í hrunni þegar við feðgar missum fyrirtækið og fer svona inn í þennan hagsmuna baráttu heimgetur samál og samtök atvinnulífsins og svo inn á þing og það var réttur áratugur á millið þessum ég stíg út og kem aftur inn í og sama fyrirtæki eða svona ná skiltur þau breiðar í dag mér brá hvað umhverfið hafði flækst mikið og hvað ég eyði miklum tíma og orku í að kljást við kerfi út allt í ykkur skipulagsferlum og ykkur regluverki hér og þar ég trúði ekki að þetta hefði orðið svona miklu flóknari raun heldur en að það hefði verið og nú verður ekki að segja að það hefði ekki mátt bæta hlutina frá því sem var en við erum komin langt út fyrir öll eðlileg mörk í því og við þurfum að ráðast í stórátak til einföldunar ef við ætlum að þetta bitnar langmest á litlu fyrirtækjunum. Ég að reka fyrirtæki sem veltir einhverjum 12 milljörðum ári, við getum alveg verið með lögfræðinga í vinnu fyrir okkur að greiða það einhvern veginn úr flækjum og leiðbina okkur hvernig við tökum á hlutunum. Einirkjarnir, smáfyrirtækin, þessi 10-20 manna fyrirtæki sem það er svo gríðarlega mikið að, þau ráða ekkert við þetta. Og bara koðna niður í þessu umhverfi. Bara dæmið að það hafi tekið ár fyrir bakari að fá starfsleyfi bara ef það segir okkur ekki í hvaða vanda við erum komin hvað þá Já, þarna held ég segja en þá bara þessi áhrif eftir hrunið og tíðarandi þannig að pólitíkin var ekki einhvern veginn ein að setja þetta á en fekk stuðningin Núna í árið eru komin 18 ára frá hrunið Nei, ég veit það og við þurfum pólitíkin þarf bara að þora að segja þessa hluti og vera umdeild og breyta þeim en hagsmunasamtök eins og þú ætlar að leiða verða líka þóra að koma inn í umræðuna mér finnst hafa heitst allt og lítið í þeim oft og þannig að pólitíkin er að taka þetta til sín hagsmunasamtökin og svo líka náttúrulega hjálpar til umræða þáttur eins og þessu annað þannig að við þurfum að venda þessari stemmingu sem er og ég tek alveg undir það að það var ekki gott og búið sjálfstæðarflokkurinn dýrt að vera sérstaklega kjörtímabilið í þessari 3 flokka ríkisstjórn og það er bara ekki gott ástand að hafa svona marga flokka á þingi og þurfa að þrá í ríkisstjórn allt það en ef ég fer samt yfir mína setu á þingi þá setur nú ekkit jafn mikið í mér eftir ríkisstjórnarsamstarfi með Vinstri grænum þá er ég að tala um lagafrumvarp sem maður neyddist þess að samþykkja í gegnum ríkisstjórnarsamstarf eins og blessu jafnlaunavottunin sem að Viðreisn neydd okkur til þess að samþykkja og það er bara eitt mesta íþyngjandi og sem betur fer kröðust við þess að jafnlaunavottunin myndi líka ná yfir stjórnarráðið. Það tók stóran svo bara núna. Já. Nú var hann að vona við settum þetta gegn. Hann var að vona að vera í prósta í þessu. Og það er ástæðan fyrir því að þetta er þá fyrsta máli sem að Viðreisn er að brydda upp og einfalda fyrir atvinnulífi núna er að vinda ofan eigin vitleysu og ég segi bara stórasta fyrir að það er að takast það er að því að við settum þá kröfu að þetta myndi líka ganga yfir ríkið jafnlaunavottuninu sem betur fer þannig að þau fengu að finna eigin meðali og ég viðurkenni það alveg að það var margt í síðustu ríkisstjórn sem að gekk allt og hægt og við náðum ekki nógu góðum árangri en það var alveg ótrúlega mikið sem að við náðum þó að þoka áfram og eins og kláruðu rammaáætlun við hækkuðum ekki skatt heldur og lækkuðu fullt á sköttum meðal annars tekjuskatt og verðbættum
líka persónuafslátt og fleira, fjórföldin frítekjumarki erfðafjárskatti og margt annað með Vinstri grænum. Við náðum að klára lögreglulögin sem Björn Bjarnason lagði fram sko, og lykillinn að því að stoppa hér flæði hælisleitenda og skipulega brotastarfsemi því tengdu sem búið að spara 2 milljarða núna og það sem ég ætlaði kannski samt helst að koma inn á sem að skipta svo miklu máli núna í efnahagsmálunum það að í COVID og öllu þessu áfalli þá tryggðum við það að atvinnulífið kæmi á fótunum í gegn, framkvæmdum okkur í gegnum þetta og náðum að halda hagvexti þannig að atvinnulífið kemur og keyrir okkur mjög hratt upp. Þannig við erum að skila núna, þessi ríkisstjórn sem tók við fekk 80 milljarða betra bú heldur en við byggust við, út af því hvernig þetta var. En núna þegar næstu áföll á atvinnulífið, að það loðnubrestur og það stríð í heiminum og það tollaágjöf og lengi mætti telja, fallplay og bilanir hérna í álverum og ég veit ekki hvað eftir hvað. Og hvað gerir ríkisstjórnin þá? Hún dælir inn sköttum, ræðst á atvinnulífið og á sama tíma og það hérna vextir í botni, verðbólgan í há, þá bara þrengja þau kyrkingálina enn frekar sko. Þetta algjörlega galið og óþólandi og þetta mæja þá Vinstri grænir hérna eiga að þeir gera enga kröfum þetta. Eina skattahækkunni sem Vinstri grænir gerðu kröfum var 1% tekjuskattshækkun í 1 ár. Í 1 ár til þess að vinna úr halla ríkissjóðs eftir það innspýtinguna til atvinnulífsins í gegnum COVID sko. Við fengum náttúrulega jarðhræringarnar og allt þetta. Þannig að máttum gera miklu betur en það má ekki samt segja að það hefði ekkert gerst sko, og það hefði verið stöðnun og við náðum 2 útlendingalögum og hérna lögreglulögunum og klára rammaáætlun sem okkur tókst ekki 2 flokka ríkisstjórn með Sigmundi Davíð og Framsóknarflokknum. Já, betur fer hérna nú hérna flesta ríkisstjórnir að gera eitthvað veit ég og það múin rósa hérna flestum stjórnum undanfærin hérna 15 ár fyrir eitthvað hérna og bara margt ágætt sem náðist fram í fyrir ríkisstjórn og ég treysti því að það veri alveg tilfelli í þessari ríkisstjórn líka þó margt með því sem gagnrýna líka og hérna snúa kannski þættunum upp í algjöra pólitík með það. Ég bara mjög fegin að sjá að það sé verið einfalda jafnlaunavottun hérna við kynum það bara fúslega það var allavega augljóslega að gera stór mistök með það hversu langt niður og hann látin ganga í stað fyrirtækja og ég hef oft staðið anspænis hérna það ekki eftir að segja kannski mannauðstjóra í hérna 50 manna fyrirtæki því að það það bara oft hérna fólki eigendurnir sem að sjá þetta sem bara þetta þú? og ég alveg vita upp á með skömmina í því og bara mjög ánægður að sjá að það sé verið að vinda ofan að þeim mistökum og það bara mjög mikilvægt að þeirra reynsla sýnir að þetta sé á þungta þá bara sé það lagað. En það gríðarlega margt annað sem að við getum líka einfalt að laga og við þurfum að vinna þá vinna og ég vona þetta bara stjórnarnarstað að þingi haldi ríkisstjórnið efnið, hagsmunasamtökin gera það líka og bara ég treysti því og trúi að sá metnaður sem að stjórnvöld nú þetta ríkisstjórn setur í málið gangi eftir að því að ég held að þetta skipta okkur gríðarlega miklu máli. Já, ég held að við hefum ekki farið þetta seinna ríkisstjórnarsamstarf þá hefðum við bara flýtt þau 4 ár því ástandi sem núna sko. Kannski hefðum við bara átt að gera það hefði mögulega hérna hægri stjórn verið að taka við núna og byrja að laga til eftir vinstri stjórn sem hefur komið 4 árum fyrir sko. Já. En það allavega alveg klárt það var bara hagsmunamati sko. Útgjaldaaukning síðastliðins áratugar í ríkisfjármálunum áhyggjuefni og sérstaklega þegar maður horfir á að hefur rosalega mikið hluti þegar útgjaldaaukningar farið í kerfið fjölgun ríkistarfsmanna flokknara kerfi að navigera í gegnum og oflítið í innviðauppbygginguna Já, ég ætla ekki að styttingu vinnuvíkunar mín skoðun alltaf svo, ég hef verið hreinskilinn það ég vildi miklu frekar sjá þetta innviðauppbyggingu sem við skapa miklu meira hagvöxt og velsældi í samfélaginu að það var ekki rétt forgangsraðan þar en það þó óþolandi að sjá nýja ríkisstjórn ætla að margfalda þetta sko, veist 143 milljarða aukning sko, þetta miklu meiri aukning í ríkisútgjöldum heldur en nokkuð tíman var hjá fyrri stjórn því miður sko. Ég ætla aðeins að brjóta upp þáttinn við ætlum að ræða aðeins meira hagkerfið reyndar á eftir en sko ég fól ykkur eitt heimaverkefni og það var að finna hrósvikunar við ætlum að gera það með vinum okkar í Echo við erum svo jákvæðar alltaf og bara eins og við hér í þjóðmálum
Þannig að við verum, ef þið væri að fara að gefa einhverjum ekko, sko, hverju myndið þið gefa það þessa vikuna? Með góður hrósi. Ég myndi gefa hinnum almenna atvinnureikanda það. Okay. Það er ekki auðvelt að vera atvinnureikandi í dag, þannig að ég oft spurður sko... Þetta mörg skópur þar? Já, en bara hinn típiski atvinnureikandi út af því að ég oft spurður hvernig ég nenni að vera í stjórnmálum og að margir þakka mig fyrir að nenni því. En eins og Þorsteinn búin að vera að fara umhverfi atvinnureikans, all þessi bið og kröfur og leifamál og allt þetta og svo núna ríkisstjórnin að setja allar þess að skatta okkur svona. Þannig ég bara dáist af fólki sem að heldur raunhagkerfinu gangandi og leggur í það að stofna hér fyrirtæki til verðmætasköpunar. Þannig að þetta eru ekki auðvelt umhverfi fyrir þau að starfa í. Þannig að ég vildi bara, að því að líka búið að vera enn og aftur eftir bankurinn. Það var einhvern veginn atvinnureikandi sem var svona hetinn hérna áður fyrir að skaffaði störfin og var svona brautriðandi í sínu samfélagi. Nú er alltaf hann glæpamaður, sko. Alltaf glæpur að hafa afgang, sko, og standa sér vel. Þannig að ég vil hvetja atvinnureikandan til dáða. Ok. Já, Toppaði þetta Þorsteinn? Já, ég fór nú í alltaf átt með þetta en kannski það með góða hlaupaskói. Ég með þetta í hugan Mark Carney forsætisráðherra Kanada sem mér fannst halda alveg dúnduræði í vikunni og bara gaman að sjá svona sterkan leiðtog að koma fram og tala jafn skýrt og af skynssemi gagnvart bara þeirri vitleysu sem í gangi sunnan við landamærin hjá honum og þetta hættuleg þróun til lengdar það þarf auðvitað að taka á endanum skýra afstöðu gegn því að þetta ekki það sem við viljum sjá á sama tíma auðvitað eru allar þjóðir að reyna að stíga þetta, vandasama einstigi að gleyma því ekki heldur að það þarf að halda góðu samstarfi við Bandaríkin sem land og þjóð og binda vonið við það að þetta verði ekki ástandi sem að mætur okkur eftir 3 ára eða allavega þetta líðundur lokin innan skams en það þarf auðvitað líka að mæta þessari þróun og bara eins og segi svona ákveðina árásarneið þarna að festu sem að mér fannst hann gera mjög vel en kannski þarf hann góð að hlaupa sko eftir ég veit alveg líklegt sko þess að appisínu gulli kannanum örgulega litla þakkir fyrir Ég talandi að hlaupa, ég ætla að rosa handboltalandsliðinu fyrir að færa eitthvað svona myrka gleði inn í janúarmánuð. Já, það er þetta vonandi eitthvað eftir þar. Já, sko, þeir eru náttúrulega búin að standa sér frábærlega, menn finnst þeir bara rétt að byrja, sko, maður væntir þess að þetta gangi áfram, þannig að maður vill ekki fara að fagna og snemma þar. Og það sem að ég hugsaði sann strax við að horfa á hann Ungverjaland, ég bara, þetta mun taka á, þetta mun kosta orku. Þannig að hvernig komaði til leiks annarkvöld eftir þessa miklu baráttu og að missa menn og liðinu og annað slíkt. Það voru margir pústrar þarna og þetta var alveg leikur. Sko. Já, leikur á föstudag og sunnudag og svo þriðjudag og miðvikudag næstu viku. Þannig að það þarf mikið úthald í þetta. Sko. En ég sendi þeim baráttu kveður. Þessi seinni hálfleikur hann virkaði lengri heldur en leikur í bandaríska fótbolta. Já, ég hef hort á 1-2 handboltaleiki í gegnum tíðina og þetta með þeim lengri held ég sem ég hef hort á. Þetta var gríðarlega flott og gaman að sjá. Sko. Já, bara gaman að Gísli, bara all liðið, Viktor náttúrulega átti frábæran leik og Gísli líka og bara all liðið líka funkar sem held, það er að fylla skörðin þegar meðast og ég finnst þetta að vera einhvern veginn svona breiðara helst eftir að lið heldur maður oft sjáður, það er svona bara þetta er meiri liðsheld en ekki gera lítið úr sko einstaklingshefileikunum en bara þetta liðið bara í heldina svo sterkt. En líka þessi segla sko, að vera alltaf í öfnum leikjum eða byrja kannski smá ströggli en svo bara gefa þér í og klára þetta sko. Það er svo flott að sjá það. Sko. Berjast allir tíman. Já. Talandi það var svona einu í annað, öðrum slag í annan. Við sáum að það var birt könnun í vikunni, ný könnun maskinu fylgi flokkana. Þar sem að maskina hefur oft ég hef stundum kannski gert aðeins og lítið úr með þessu þáttum, ég hef ekki alltaf tekið mark á könnunum þeirra, maskina mást eiga það að þeir leggja oft svolítið tónin fyrir það sem koma skal í Gallup-könnunum, oft á tíðum, ekki alltaf en þarna sjáum við að Samfylkingin er að meðalast með 27% fylgi, lækkar eitthvað örlítið milli mánaða, Miðflokkurinn komið 22,2%, Viðreisn er í fyrsta skipti nokkuð langa tíma mælast yfir Sjálfstæðisflokknum með rúmlega 14% fylgi, Sjálfstæðisflokkurinn með 13,5%, Framsókn með 7% fylgi, síðan Flokkur fólksins, Sósíalistaflokkurinn, Píratar og Vinstri grænir mælast öll út af þingi. Þetta eru smá tíðindi.
Já, þetta eru stór tíðindi og hérna Tíðindi félast kannski í því hvað fylgir sjálfstæðarflokks orðið lítið. já, ég held að það sé meira ég held að þetta sé ekki að Viðreisn sé komið fyrir okkur, heldur við séum komið niður fyrir þá Já. sem og ég tek undir Það með er þér ein til lítið á þannig. að þegar að þú ert líka með já, það má segja margt skoðan kannið maskjun en ég er alveg sammálega að þetta sýnir að við erum allan að þá frekar að lækka heldur en að hækka og það verður þá örugglega eitthvað svipað í Gallup sko þó að tölurnar getur orðið öðruvísi þannig að það sem að kannski ég er svona svektastu með er að það er augljóst að okkur einhvern veginn mistekist að koma fram að krafti með þessar efnaðastillögur sem lögðum fyrir. Við vorum mikið að gagnrýna skattahækkanirnar og við komum með hagræðingatillögur og efnaðastillögur hérna í fjárlega umræðunni og í bandormsumræðunni hér fyrir áramót sko. Við hefum greinilega ekki náð að fylgja því nógu vel eftir og það er eitthvað sem er að trufla okkar stuðningsmenn sem að við þurfum bara að taka alvarlega og hérna tala skýra þannig að fólk sjá okkur sem þann valkost sem sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf verið. Þegar að sjálfstæðisflokkurinn nær að tala skýrt fyrir sínum grunngildum og sín grunnstefnu sem hefur ekkert breyst. Það er kannski fyrir ykkar þeir sem og við sem að tölum fyrir hönd flokksins og presundurum sem að stýrum upplöfum fólksins á því. En grunngildin og stefnan er svo sama og við sýndum það alveg í þessum efnaðastillögum sem lögum fram og við þurfum að kynna betur. Og svo erum við náttúrulega með lausnir í húsnæðismálum og annað sem við munum kynna fljótlega og margt annað. Þannig að þá trúi ég nú því að stærri hluti þjóðarinnar eigi samleið við sjálfstæðisflokkinn og ég held að En þar sjálfstæðisflokkurinn einhvern veginn að, ég veit ekki, þarf hann að taka undir eða toppa málflutning Miðflokksins einhver leyti, til dæmis í útlendingamálum? Nei, sko sjálfstæðisflokkurinn er með... Nei, menna... Hvað segirðu? Þú segir nei, en horfða fylgistöðunar. Nei, sko, sjálfstæðisflokkurinn, það sem ég upplifi er bara það að sjálfstæðisflokkurinn verði meiri sjálfstæðisflokkurinn og við tölum bara skýrar og fólkið sem að vill styðja flokkinn og hefur aðhyld stefna hans trúi því að sjálfstæðisflokkurinn sé að vinna eftir henni. Ég held að það vanti þá trú að við séum að berjast fyrir þessum gildum og stefnu flokksins og stefna flokksins er hérna á samleið með meiri hluta þjóðarinnar, trúi ég, og sérstaklega í útlendingamálum. Þar sem að við erum alveg frjálslynd við það að það fólk sem vil koma hér og standa á eigin fótum er velkomið og okkur við erum opin fyrir því þess að vinna með atvinnulífinu en við erum alveg íhaldssöm að þau verða að vilja standa eigin á fótum, þau eru að fara eftir okkur lögum og okkar gildum og menningu þannig að við erum mjög íhaldssöm þar og við erum stétt með stétt þannig að þeir sem eiga í vanda eins og frá Úkraínu og svona, við tökum á móti þeim og svo erum við ennþá íhaldsamir þegar einhver ætlar að koma hér og misnota okkar kerfi, þá er það bara stopp og hinga ekki lengra og þar held ég að við sem þjóð þurfum líka bara að setja skýrari mörk, herðu hér er okkar leikreglur þú mátt koma og spila eftir þeim ef ekki þá ert ekki velkomin sko. og þar þurfum við að gera það í gegnum allt kerfið og þannig að ég held að það sé okkar verkefni að koma kjósendum í trúum það að við séum trú þessum gildum og þessari stefnu. Ég held að það sé verkefni sjálfstæðisflokksins á landsvísu en ég finn það á sveitarstjórnarstiginu og við sjáum það náttúrulega mælingunum hér í Reykjavík og ég finn það bara landið að þar er flokkurinn skýr og valkostur og þar hefur fólkið trú á þessari atvinnu uppbyggingu skynsemi í skipulagsmálunum að byggja undir séreignarstefnuna og lækka álögurnar og vera með ábyrgan rekstur og svona að fólk hefur mikla trú á því og þar gengur okkur vel sko. og sjálfstæðisflokkurinn alltaf langstæðsti flokkurinn á sveitarstjórnarstiginu og þar kemur grasrótin þannig að ég hef trú á því núna að ég finn bara eins og minni kosningabaráttu þar sem ég er nú með Tristan Formann sko nemendafélagsins í Fjölbrautaskólanum og svo loga á þá í ungum sjálfstæðismönnum að unga fólkið það er starturinn að grasrótin í sjálfstæðisflokknum sem er svo næst sveitarstjórnarstiginu þannig að þegar sveitarstjórnarstigi fer núna og stendur sér vel að þá styrki og eflugum grasrótina sem að getur verið þá sterk og eflugur rót í grunngildi flokksins og lagar þessa tölu með okkur. Hvað segir fyrirvændi ráðherrann?
Náttúrulega áhugaverða tölur fyrir margt, sko, kannski það sem þetta lítur að vera fagnaðarefni fyrir sko, bæði Viðreisn og Samfylkingu að þeim helst ágætlega á fylgi sínu báðum árin inn í stjórnarsamstarf og við höfum alveg séð þá á undanförnum kjörtímabilum að það hefur oft svona fjara hrætt undan sko. Ég meina Samfylkingin fekk 20% fylgi í kostingunum og mælast núna með 25-27 við horfum að Garlúp og maskinu. Og náttúrulega alveg klárt úr þeim tölum að Kristrún svona skínar svolítið í gegn sem bara greiðlega sterkur leiðtogi á þessu pólitíska sviði í dag. Sko, þetta það er ekki að tala um það, þetta lítur að vera mikið áhugjefni fyrir Sjálfstæðisflokkinn svona fylgistölur og ég segi fyrir minn part, sko, ég hef alltaf erfitt með að skilja uppgang Miðflokksins því að það virðist vera á útlendingamálunum einum, það er lengi leið að lesa neitt í hvað flokkurinn stendur fyrir mikið öðru leiti, svona efnaðarslega, út frá atvinnulífið eða eitthvað þess svona, hann er eitthvað sambland af íhaldi framsókn atvinnulífs eitthvað en svona, þetta er svolítið grautur finnst mér persónulega en ég held að vandamál Sjálfstæðisflokksins. En er það ekki bara ekki yfirlæti að horfa á þannig? Ég meina að flokkurinn er að mælast með þetta. Jú, en sko, ég meina, ég ætla ekki að segja að það er ástæða fyrir hann að mælast í þessu fylgi og augljóst er að kjósundur eða hluti kjósunda hafa verulegar áhugjur af sko hælisleitindamálunum við lírum reyna einhverja máli við. Já, sem er líka rétt. Og mér leiðist umræðan sko bara komandi úr atvinnulífinu, ég meina við værum ekki með þennan hagvöxt eða bara lífskeiði sem við höfum öðruvísi heldur en að okkur tækist að manna hér atvinnulífið og sem er bara að 50 mannað með innflytjendum sem eru bara hér sem að við erum raun og vera að sækja út í stórum hópum atvinnurekendur, það er ekki eins og fólk standi hér sko, á hörðarúnum hjá okkur að leita að vinnu það þarf ofta að hafa bara talsveit fyrir því að fara út og finna fólk til vinnu og erlenda sérfræðinga sérlegi inn í svona eins og hugverkagreinarnar bara oft mjög snúið að ná að laða hér fólk að en gengur sem betur fyrir alltaf betur og betur og bara reynslan þarna finnst mér heilt yfir vera bara mjög góð og við sjáum alveg og finnum það bara í okkar rekstri þetta má skipta starfsmálunum upp í svona 2 hópa í grófum dráttum, það er fólk sem bara ætla sér að vera hér í skamman tíma sem er vissulega að setja stað kynnast maka hér eða eitthvað þess og festa rætur en sumir bara vilja setja sér að til lengri tíma en reynsla okkar að báðum hópum alveg einstaklega góð og bara metnaði fullt samverkusamt fólk sem að mér finnst heilt yfir bara aðlagast mjög vel. Ég held að það sé allt í lagi að reyna að draga svolítið pólitíkina úr sko flóttamannamálunum þar að segja það er vilt að sé alltaf koma betur og betur í ljós það má segja raun og bara aftur til 2016 hefur þingið verið að reyna að ná okkur svona takti í hvernig að taka á þessu og við sjáum alveg bara leið og við og opnum ykkur á glufur þá streymir fólk inn að því það er bara gríðarlega stór fjölmennur hópur á vergangi og bara mjög eðlilegt að fólk leiti í öryggi sem hér er að finna og við þurfum bara að gæta þess að við ráðum við að axla okkar ábyrgð sinna því sem okkur ber að sinna eins og nefnum við Úkraínu og þetta bara er heimsbyggðin að reyna að taka sameiginlega með á því hvernig leysum við úr vanda flóttamanna við gerum það ekki einokkaleðis og við vitum að við druknum í strömmnum bara leið og við erum með reglur sem eru öðruvísi heldur en aðrir. En reynum að nálgast þessa umræðu sko samt eins bara fordómalaust og við getum. Við erum bara að horfa á hvað getum við og eigum við að gera og hvernig ráðum við það og mér finnst því miður oft stutt í rasismann og líka að þessi hópur sem er hér bara til þess að vinna sér dregin einhvern veginn inn í þá mynd. Ég vona þegar við komum í næstu þingkosningar eftir 3 ár að þetta verði ekki málin sem stendur upp úr í kosningabarátunni. Ég vona að það verði þá einmitt hvernig bara efluðu efnahaginn okkar og sækjum fram á við og svona aðeins jákvæðari nótum. En ég held að það sé alveg ljóst, til dæmis Sjálfstæðisflokkurinn hefur augljóslega ekki fundið fjöluna sína ennþá almennilega. Það kannski háir flokknum að einhverju leyti, svona klemmist að einhverju leyti milli Viðreisnar og Miðflokks hvað var í hvað átt á að fara. Ég bara trúi því og ég vona það að flokkurinn nái styrk, ég held að bara sé mikilvægt að hafa
kraftmikinn hægri sinnaðan flokk og skynsaman flokk og pólitíska sviði. Já. Ég vona það líka, hvort sem það verður sjálfstaflokkurinn eða grónar, það verður þetta kraftmikill hægri flokkur. Já, það er bara nauðsynlegt sko og það er bara ábyrgða hluti fyrir okkur flokksmenn að einmitt koma fólkinu í trú það, við séum að berjast í þá skynsemi, hvað sem ég segja, efnahagsmálunum, í þessum útlendingamálum eða bara í þeim innviða uppbyggingunni eða hvað það sem við erum. Og ég vil meina það að við höfum verið að leggja fram lausnirnar, við höfum lausnirnar í þessu öllu saman, en það hefur bara öðrum tekist að koma því á dagskrá og trúverðuga hátt og það er það sem við erum að glíma við. Já. Það var eiginlega strax á svona einu í annað, það var eiginlega strax á mánudagskvöld sem ég svona ákvað það, hvað yrði endurskoðun viðkonar hérna. Við förum alltaf niður í frumherja og sækjum skoðunarmiða eða endurskoðun og ég sá að Sigmar Guðmundsson, þingmaður Viðreisnar, hann skrifaði status á Facebook á mánudagskvöld eftir að Ólafur Ragnar Grímsson hefði verið í Silfrinu fyrir kvöldið. Það sem var í fjalla meðal annars það sem við byrjum að fjalla hér áðan, stöðuna á Grænlandi og stöðuna svolítið í alþjóðakjörnu og var að tala það hvernig menn ættu að reyna að svona setja sig ekki í skotskífuna í þessari deilu milli Evrópu og Bandaríkjanna og svo stöddu en líka bara mann leið svolítið, ég horfði á þetta viðtal við Óla Ragnar eftir á og mann leið svolítið eins og að væri loksins komin hann fullorðinn maður í herbyggið í tölvutryggsmál, ég skal bara gefa hann það og þá skrifar Sigmar þessa færslu hér og segir, fyrir það sem er að hlusta það er talsveit framboð á öldum höfðingjum sem horfa vestur haf með aðdáin. Þeir eru sem betur fyrir allir fyrirhandi hitt og þetta. Augljóslega mikið skot á Ólaf Ragnar. Og ég hugsaði strax þetta hlýtur á endurskoðun Nema hvað gerist þá? Þá mæti bara Össur Skarphéðinsson. Hann dreif sér niður í frumherja og svolítið bara endurskoðunina sjálfur. Hann gerur bara akstur bannaður. Já, tekur bara bílun og umferð og hann skrifar hérna færslu svarar honum heldur enda daginn eftir og byrja færsluna því að segja kanntu ekki skrifar hann ekki mannasiði mest á nóttinni? Já, það gerði hann einu sinni kanntu ekki mannasiði mannfjandi og svo fer hann að tala það að vissulega getur mennast ólíka skoðanir og allt þetta og hann lætur Sigmar bara heyra það. Já, sem að Sigmar á alveg skili fyrir þetta að því að þetta á að vera einhvern veginn svona ódýrt skot finnst mér, herrðu bara leið og þú ert orðin gamall og ert hættu að skipta þér af, Þetta er svolítið Við vitum alveg Óla Ragnar veit alveg hvað hann er að segja, En mér fannst einmitt viðtali við Óla Ragnar vera þannig að þarna var maður sem hefur gríðarlega reynslu og þekkingu og hann kom bara og rammaði málið inn og talaði yfirvegun. Það er hérna stórt og bara flókið eins og rættum hér upp að máli í gangi sem að bara heimurinn er svolítið óljós hvernig staðsettur. Þannig að mér fannst þetta nú bara vel gert hjá Ríkissjónvarpinu að kalla Óla Ragnar til og hann náði bara svolítið að róa ástandu og segja bara, við skulum hann hefur vissulega mestu tengingarnar og þekkingarnar í þessu og talaði því. Þannig að ég veit ekki hvernig þetta gat farið svona mikið pyrrurnar og Sigmari og ég bara ánaði með Össur að taka hann niður. En það er ein setting að það sem hann segir hann alltaf bendir á það, hann segir það að þú eða þið virðist vinna engaslega í allar síðustum Evrópu með því að tala niður til fólks. Þetta er rétt. Svo segir hann eitt er að klúðra niður fylgjunni en mér sýnist að þið séu á sömu leiðum með Evrópumálin. Er hann pirraður út í virðist, finnst honum að þau vera að klúðra Evrópusambandsvegferðinni eða hvernig ég var að horfa á þetta? Já, ég leit svolítið á því að því að Kristrún hefur augljóslega ekki verið tilbúin í henni Evrópulegin. Hún segir samt í fjölmiðlum í vikuna, hún sé bara til í að brýta þessari atkvæðagreiðslu. Já, það er bara að halda saman ríkisstjórninni og þannig að þetta er einhvern veginn orðið svona Evrópusambandið er orðið dagskrá út af tilvistar kreppu Viðreisnar en ekki út af því að nú sé rétti tíminn að mati Össur heldur til þess að ræða málið Þannig ég held að Össur hafi nú bara áhyggjur af því hvert þessi Evrópuumræða fer ef hún er sett á þessum forsendum á dagskrá. Þannig að þetta er búin að vera augljós togstreita á milli Viðreisnar og Samfylkingarinnar, þessi Evrópuleiðangur, þannig að auðvitað er líka fullt af fólki innan Samfylkingarinnar sem er fullt út í Viðreisn við að stela Evrópuvagninum, þannig að Kristrún setti til hliðar og fullt af Evrópusinnum í Samfylkingunni sem voru svolítið fúlir yfir því að leyfa bara Viðreisn að eiga Evrópuvagnin. Þannig að það er örugglega ýmislegt slíkt sem að Össur sem er nú mjög klókur í pólitík er að reyna að ég held að hann sé að senda fleiri en einn skilaboð með þessu. Hvernig þú að tólka þetta?
Ég er bara kallinu varamann úr Viðreisn þá sem í flokknum ennþá. Nei. Til þess að taka varnaræðina á móti Villa. Nei, sko, ef maður segir nú bara heilt yfir, sko, mjög klaufalegum alveg hjá Sigmari, þetta svona, eitthvað svona Twitter-pólitík sem að ávera nýttinu að fyndin en bara misti marksatna alveg augljóslega. Bara, þú talar að verðingu við fórseta liðveldisins til 2 áratuga og hvort sem þú sammála Ólafur Ragnar eða ekki þá dregur það enginn ef að hann veit alveg hvað hann er að tala og talar mikilli yfirsýn og reynslu. Svo getur maður bara verið sammála því eða ósammála sem hann segir og gagnrýnda það bara á okkurum málefnulegum grundvelli. Það bara fullkomlega eðlilegt og ég saknaði þess bara oft í pólitískri umræðu. Það of oft að fara í mannin en ekki taka bara debattinn. Og það má alveg segja það sama Evrópu umræðuna, sko, veruleikinu í Evrópu umræðinu, Evrópusambandsaðildið, sko, hvort sem við virðumst alltaf detta í sama rifrildið, það má ýmist ekki taka umræðuna eða einhvern veginn skauta framhjá sig í stæðan fyrir að segja bara, eða augljósa í þessu eins og öllu öðru, það er ekkert sem hefur bara kosti eða bara galla. Þetta eru bara valkostir sem að menn þurfa endanum að greina og ræða og Ólafur náttúrulega benda á í þessu viðkvæma máli gagnvart Bandaríkjunum hið augljós að það þarf að gæta að hagsmunum Íslands beggja vegna. Við erum Evrópuþjóð, við eigum ríka viðskiptalega sterk stjórnmálaleg tengsl við Evrópu en við eigum það líka við Bandaríkin og það nú það sem að mér finnst þessi ríkisstjórn verið líka bara alveg að reyna að gera af skynsemi að svona feta einhvern veginn þennan meðalveg. Það er auðvitað bara mjög auðvelt að missa sig í hnexlan yfir því það sem dettur út úr manninum í Hvíta húsinu en leið eru bara fólk einhvern veginn að reyna að taka á veruleikanu sem við búum í augnablikinu. Já, þú ætlar samt til þess að ráðherra ríkisstjórn kannski missa ekki alveg haust þó að kallinn í Hvíta húsinu sé eitthvað eipa. Nei, haldið svona einhvern veginn. Það á endanum verður náttúrulega bara að halda ákveðinni yfirvegun og ró og það er eins og ég sé ekki betur heldur en það sé nákvæmlega það sem það er að tala að festu til varnar bara sjálfsvakurinn rétti þjóða en leið bara reynt að forðast eitthvað virðingarleysi í hvernig talað er og svona hvernig gætu við að hagsmunum okkar til beggja átta. Við höfum alla tíð bara átt mjög mikla hagsmuni í báðar þessar áttir og bara lega landsins skapa okkur mörg tækifæri þarna. Sú lega er ekkert að fara að breytast og varnarlegt mikilvæg það er eitthvað sem breytist ekki þá er það já, staðina sem sko, þú veist, mikilvæg staða í bara vörnum hins vestræna heims er heldur ekkert að fara að breytast og þar að lendi þurfum við bara að spila vel úr þeim spilum sem við höfum á hendi mér veist þú, Össur sá sem var nú frægur einmitt fyrir það að skrifa svona miðnætturstatus í den fór nú í þetta einmitt að mikilli festu en auðvitað er alveg rétt að ræðu málefnin og bara menn sem hafa veitt þjóðinni fórust í 2 áratugi eiga alveg alla virðingu skilið og það sé þá rætt málefnilega. Þetta var feilskoti á Sigmari. Já, þetta var svolítið svona einhver stökkva á einhver frasa í momentinu sko, sem að var vanhugsaður myndi ég halda og við hefum bara að fagna því að þeir sem reynslu yfir sín sé tilbúnir að koma að tjá sig sko, þeir eiga ekki vera feimnir við það. Já. Herðu, svona rétt í lokin, það er náttúrulega komum við kannski aftur að einhverjum efnaðars og málum og allt þetta. Ég ætla að taka hraðaspurningar. Ég er náttúrulega, þú er að hella meira held ég fyrir Þorstein. Það er gott að geta drukkið þetta alveg á nokkru samverku. Þamba þetta alveg bara á. Man lappar alveg af skýr út. Sko ég er náttúrulega búin að vera, ég segi bara stoltur frá því. Ég er búin að fara þrísum og Kringlukrónu í vikunni. Kannski aðeins meira en venjulega, en það er nú bara samt þannig. Og þar fór ég náttúrulega að segja mönnum að þið voru að koma og þeir vildu svona skilja eftir nokkur spurningar svona, til að henda á okkur og margar áhugaverðar og svona, þetta er smá leikur sem við spilum við kostum fram 10 hraðaspurningum sumar þeirra beinast af öðrum ykkar aðrar að báðum þið megið kasta svar eftir á milli þannig að númer 1, hún kannski snýr augljóslega á Þorsteini því að hún er þannig, steinsteypa eða stjórnmálastefna hvort er skemmtilega að byggja? Sko, steinsteypa náttúrulega alltaf en það er alltaf gaman ég hef mjög gaman að
bara þjóðmálum efnaðasmálum og þannig þjóðmálum, já. Þannig að vera í þjóðmálum en kannski ástæði fyrir því að ég er að bjóða mig fram til fórustu í samtökum iðnaðarins mér finnst þetta greiðarlega skemmtilegt að starfi en mér þykir mjög gaman að Steinstebbu eðli málsakvæmt því ég er svolítið alin upp í semitrygginu þannig að ég segi Steinstebba. Já, ég held að sé nú kannski einmitt að berjast fyrir góðri stefnu fyrir samfélagssitt sé nú skemmtilegra en það þegar maður er í þeirri baráttu að þá er nauðsynlegt að fara út að vinna með höndunum og fara í steinsteppuna sko. Það veit ekki alveg hvað maður hefur hana sko. Nei. Já, einmitt. Hún stendur alltaf fyrir sínu. Já, næsta spurning er eiginlega svona sumuleyti tengt. Hún sko, hvað er næst meiri árangur í stjórnmálum eða í atvinnulífinu? Þetta er alltaf samspil. Það er bara, atvinnulífið á svolítið að draga vagnin í verðmætasköpuninu fyrir okkur og fá okkur frelsið til þess en þetta bara gerum við ekkert á þess að vera með góðan stuðning og skýrt regluverk frá stjórnmálum samspil. Ég held að vera miklu meiri sko árangur per se í atvinnulífinu en það er svolítið stjórnmálana bara að búa til jarðvegin en það sé ekki skal ég segja einhverja hindranir sko að bara hafa eðlilegan bestu stjórnvöldin þau sem fara minnst fyrir sko. Já, það er rétt. Næsta spurning er augljóslega til þín vilji. Á Reykjanesbæ að halda hún að veiða flugið eða sækja kraft í aðra atvinnuuppbyggingu. Við ætlum að koma að sinna þetta áðan en svona, þetta er svona dregin upp svolítið einföld mynd af atvinnulífinu í Reykjanesbæ. Já, við hefum bara að byggja upp fjölbreytt og öflugt atvinnulíf en flugið er grundvöllur að svo mörgu atvinnulífi á landinu öllu sko. Þannig að flugið er bara mjög stór partur af efnahagskerfi Íslands. Þannig að þetta bara er það sama svo sem. Hvað er í sko flugið er alltaf tengt bara beint við ferðaþjónustuna en það að við séum hérna í miðjari Atlantshafinu milli Ameríku og Evrópu og erum með 80 tengjahöfba sjáum bara alltaf markaðina fyrir fiskin, svo kemur alltaf laxinn inn, þannig að það er orðið samkeppni þetta allir hestarnir sem við erum að selja úr landi og nú sáum nú bara að það er sér flug með sáraróði frá Keresis og allt þetta og svo líka þegar við erum að fá aðfeng til okkar með fluginu og svo séu bara gagnaverin sem að byggjast upp að því að oft vilja þeir koma og vera á staðnum sem gagnaverin ferð til gagnavers í Svíþjóð þá þarf þetta að lenda og taka lest í 3 tíma til að komast að gagnaversvæði á Íslandi lendur í Keflavík og beiti hægri á til komin þannig að flugið er svo miklu meira en ferðaþjónusta sko. Þetta eru hraðarspurningar sko. Já. Þess vegna fóður í stutt útgáfu. Já. Þetta var hann ekki ég sko. Hvort eru bjartsýn eða raunsæin í árið 2026? Bjartsýn. Bara bjartsýn, alltaf bjartsýn. Af hverju? Stutt. Bara ég held að þetta verði spennandi árið, það er alls konar áskoranir en það er líka bara fullt að tækifærum og bara fyrir bjartsýnni árið. Ég held nefnilega að áskoranirnar skapi tækifærin og lyfti fólki upp á tannar. Já, þá fyrir bara beint í næstu spurningu. Hver er stærsta áskorun í hagkerfinu í dag? Óvissan, það er ekki bara orð ársins nú. Já, ég held það. Óvissan. Já, stutt og gott svar. Þarf eða á atvinnulífið að koma meira að menntamálum? Já. Alveg hyggst ára. Hvernig geta þið gert það? Við náttúrulega tökum gríðarlega mikið þátt í bara menntamálum, við tökum í gegnum miðmenturina sko, bara gríðarlega gott og öflugt samstarf milli atvinnulífs og skólakerfis og við veitum alltaf bæta í framkvæmdinni þar en það er bara skiptir sköpum þessi tengingan á milli og þjálfun starfsfólks, þetta er bara stærsta tækifærið okkar til þess að gera betur innan fyrirtækina og við hefum líka að hafa skoðun á því hvaða hæfni er verið að leggja áherslu á í menntakerfinu okkar alveg frá innámi upp í gegnum háskóla grunn- og menntaskólanu bara heilt yfir hvað er það sem skiptir mestu máli þegar hólminn er komið í atvinnulífinu? Ég held að atvinnulífið geti gert miklu meira að því að setja sjálf á stað til dæmis innan skóla. Það er öflug konan Harpa sem stofnaði Hárakademíuna. Það er bara fólk sem er búið að fara út á vinnumarkaðinn en kemur og borgar full skólagjöld og klárar þar innám á einu ári. Þannig að þar færðu miklu fleiri innmennta fólk án þess að þurfa mikinn ríkisstuðning til þess og það skapa verðmæti fyrir bæði einstaklingana og svo fyrir atvinnulífið. Ég er áhugaverð spurning sem kom beint af
frá einum matargesti á Kringlunni. Fer Essi aftur á ESB-vagnin eftir að Þorsteinn verður formaður? Þetta er mjög góð spurning. Nei, bara mjög skýrt einfalt svar. Sko, afstaða félagsmanna Essi, bara eins og reyndar atvinnulífsins í heild, er bara algjörlega klofin í afstöðinu til með á móti aðild. Okkar starf snýstum að sameina félagsmennum okkar ekki sundraðin, þannig að okkar hlutverk væri bara mjög skýrt. Ef út í aðild að vera farið, þá bara gætu við að hagsmunum iðnaðarins í slíkum viðræðum, bara tryggja það að ekki verið að gera eitthvað mistök. En við höfum ekki skoðun á með á móti hvað gert er þið með það. Þannig að það er bara frekar augljóst. Næsta spurning, þið fáið 1 dag í fjármálaráðuneytinu, hvaða breytingar mynduð þið gera á skattkerfinu? Skattkerfinu? Já, náttúrulega afnema stimpilgjöld, erfðafjárskatt og gera 1 virðisaukaskattsþrep miklu lægra og reyna að gera 1 tekjuskattsþrep líka lægra, einfalda þetta. Ok, þú myndir bara, þetta er busy dagur. Nei, fyrir ekki, þetta er annarsamur dagur. Ég er að reyna að minnka enskuslegt. Já. Já, ég held að bara algjörlega sammála vel út með erfðafjárskattinn og stimpilgjaldið við þurfum að mjög mörg tækifæri til að gera virðisaukaskattskerfið okkar einfaldara og skilvirkara. Þessi hringlandaháttur þegar maður horfir inn í byggingareina, það er alltaf verið að hækka að lækka allir vinna endurgreiðslu hlutfall virðisaukaskattsins sem að hefur verið sýnt sig að vera skilvirkasta leiðin til þess að draga úr svartri atvinnustarfsemi í greininni, bara hætta þessari vitleysu og hafa þetta bara fulla endurgreiðslu, hún virkar. Ég myndi bara mæta með sveiðuna þarna til þess að skera niður útgjöld nummer 1, 2 og 3 til þess að skapa sveirum fyrir Það spyrir bara skattkerfi. Já, það má ekki keyra þetta í mingandi hallar. Fagnaði þessu öllu saman. Vísu að draga saman útgjöldin, þá getur lækkað skattana. Það er skott að þið komið ekki inn á degi þar sem er stytting vinnuhugunar, það er nóg að gera þarna. Spurning snýr á orkuöflun og miklar hindranir á flóknu regluverki. Við stundum bara að fjalla þessum það, en spurningin er, verður einhvern veginn hægt að vinda ofan á þessu? Já, bara með, eins og við fórum yfir samtakamætti þjóðarinnar, hvað sem sé í stjórnmálunum, atvinnulífinu eða bara í samfélagsumræðinni, það að við Íslendingar, við erum alveg ábyrg, þannig að við erum ekki fara að rústa náttúrun okkar þó að við virkjum, sko. Þannig að bara það þarf bara þannig að samtakamátt sem mér finnst vera að myndast. 90% þjóðarinnar er sammála þetta og við höfum sagt við þessa ríkisstjórn, þeir eru komið bara með öll orkumálin og við skulum hjálpa ykkur að fara með það í hraðferðinginu og þingi, sko. Ég held að við ættum að taka svona lín-strategi á þetta bara hendum núverandi regluverki bara út, setjumst aftur á teknikborunum sem þetta má ekki taka meira heldur en 3 til 4 ár frá upphafi til enda í skipulags- og undirbúningsferli. Hvernig gerum við það? Og bara teiknum fyrirlega upp á nýtt. Það er alveg vel hægt að fullnægja öllum vandvirkniskröfum að gáð sér að hagsmunum umhverfis og almennings í 3 til 4 ára ferli. Það þarf ekki að vera 10 til 15 ár. Ég ætla að fá að skjóta einu punkti, þannig kemur síðast spurningunni, bara að þú nefnir þetta. Og þetta er gagnrýni sem að snýra hluti til á samtökum iðnaðarins og reynda fleiri hagsmunasamtökum. Maður er oft heyrt bæði starfsmenn samtökum iðnaðarins og félagsmenn sem hafa verið að tala á fundum og ráðstundum og svona. Tala það að menn þyrftu að bara byrja með hreint blað stundum, sérstaklega sem með byggingarreglugerð og fleira. Byrja með hreint blað og byrja einhvern reglugerð að skrifin upp á nýtt. Gott og vel. Samtök iðnaðarins eru samtök sem eru mjög öflug með marga starfsmenn, eiga töluvert af fjármyndi sem geta nýtt í þetta. Akkur gera þetta ekki? Akkur skrifa þau ekki reglugerð eins og það er eftir að vera og taka umræðan og þangað? Já, góða punktur. Samtökin hafa reynda lagt alveg gríðarlega mikla vinnu í endurskoðun á byggingarreglugerðinni og þetta má alveg segja Ég veit að fyrir ekki ykkur fram í þess að samtökin sem myndi koma með þetta með plagg og segja svona átt að vera. Ég áttum alveg því að stjórnmálamenn er ekkert að fara að hoppa á það, sko. En þú kannski samt dregur umræðana í einhver átt og þú veist, menn kannski komast að einhverju niðurstöðu. Þetta er svona drauma heimi. Já, þetta er bara mjög góð ábending. Við höfum gert ég veit að Siggi Hannes er að hlusta. Gert margt í þessu en þú veist, stundum má bara teknið bóki hvað er svona grunnstefi sem þarf að vera klárt og geta einfalda þá og auðvelda mjög verulega það sem við erum að klást við á hverjum tíma. Það er náttúrulega bara allt mikið af krúsidólum sem er búið að hnóða utan í bæði byggingarreglugerð og þessi skipulagsferli öll sem að skipta þeirra á hólminu komið kannski ekki í höfumáli. Það er síðasta spurningin. Þetta er spurning sem að hún snýra þér, Vilhjálmur. Þetta er spurning sem að sá sem spurði, hann tók fram að þetta geti hjálpað þér í prófkjörinu, geti líka stútaði. Körfuboltamaður, áhugamaður körfubolta,
og hans spurning er bara, Keflavík, Njarðvík eða Grindavík? Já, þetta er erfið spurning, en ég er Grindavík í dag. Já, það er þannig. Já, og veist, ég held að kemur með Tindastól líka, sko. Þannig að ég er algjört kamiljón í þessu og þegar maður er búin að flytja svona víða þá get ég verið og líka búin að vera í kjördæminu, Þór Þólasson er oft búin að standa sig vel hérna. Jú. Þannig að ég get svolítið skipt mér á milli leikja sko, og ég er líka diplómatiskur eftir hvernig staðan er í deildinni sko. Ég vil náttúrulega öll Suðurnesjaliðin verði í úrslitakeppninni. Þannig að ég held smá með Njarðvík daginn á móti Grindavík því að Njarðvík voru lengra frá því að komast í úrslitakeppnina og Tindastóll var ekkert að ógna Grindavík í fyrsta sæti. Þannig ég get alveg skipt svolítið á milli sko. Svarið við spurningur er kannski bara Tindastóll eða? Nei, eftir að Tindastóll urðu Íslandsmeistarar þá gæti ég ekki lengur haldið með þeim sem er litlamanninu. Já. Herru, þetta er búið að vera gaman að fá okkur í þáttin og skemmtilegar samræður og við erum hérna að milli okkar. Ég ætla að kveðja ykkur þetta með bóndadagsgjöf. Þið farið hérna út, sko, menn elskar að koma hérna, menn og konur elskar að koma í þjóðmála því að fá sem eitthvað gjafir, fá hérna endrastu gjöfu. Ég ætla að lesa ykkur út með bóndadagsgjöf frá vinum okkar í Gullfiski. Þið sjáum nú það póki hérna fyrir aftan ykkur sem við takið líka með ykkur heim og síðan er hérna bitafiskur. Þú verður að lesa þetta upp, hvað stendur á kassanum? Fyrst á lokinu og svo inn í honum. Þú átt von á góðu. Því þú átt alltaf besta skilið. Ég byrja alla daga á því að ég er með svona kassa heima mér og ég bara lesa á þetta. Ég er náttúrulega lengur búið með harfiskin sko og lesa á þetta. Þetta peppar mann inn í daginn. Þú átt von á góðu því þú átt besta skilið. Þessi orka mun komið mér í gegnum brókjur af fullum krafti. 84% prótín. Þannig að 84% prótín. Tengdafóreldri mín áttu harfiskverkun sko. Þannig að ég er alveg upp á harfiski. Harfiskur og íslensk mjör, þetta er hættuleg blanda. Er ekki bjórdósarni líka? Bjórdósin, jú, ég hljótum að finna einhvern góðan til þess að drekka hann. Já, ég skal taka þetta. Já, gjör það svo vel. Ég segi bara gleðina bóndadag, góður hlustundur, þið sem hlustuð og þið sem horfðuð, góða helgi.